Gott kvöld og komið sæl og verið velkomin í sumarspjall samstöðvarinnar. Þetta miðvikudagskvöld. Ég heiti Oddný Eir Ævarsdóttir og með mér Gunnar Smári Egilsson og mér langar til að biðja þig að segja hlustendum og kannski áhorfendum hvað í vændum. Hver að koma? Það eru nú ýmsir, þetta svona dálítið fjölbreyttur Ég held að ég væri bara svona gestastjórnandi. Ég get alveg farið yfir það sko, en þú ert mun liprari í því verið að segja. Já, ég ætla að spila í lok þáttarins, viðtal sem ég tók í síðustu viku. Við Fanny Birnu Jónsdóttur sem dagskrárstjóri á Rás 1. Ég hef verið aðeins að fjalla svona ríkisútvarpið og það svona hluti af því verður að spila í lok þáttarins. Það koma gestir hingað frá Spáni til okkar, feðgin, Jón Sigurður Eyjólfsson og Alma Eyjólfsson, af því að hún fædd á... Kallað sig líka Alma Reik. Já, það svona listamannanafnið. Það listamannanafnið hennar, Alma Reik. Alma Jónsdóttir þegar hún á Íslandi, af því hún dóttir Jóns, en Alma Eyjólfsson þegar hún á Spáni, af því að eins og þú þekkir, að þá klínt á nafni föðursins. En þau koma þau eru syngja saman og hafa gert frá bara mjög lengi. Alltaf halda tónleika við erum í Bólholti 6 í Alþýðuhúsinu, Vorstjarnan Alþýðuhús, og það verður tónleikar á föstudaginn klukkan 9. Og það alltaf að syngja með hljómsveit, Alma syngur og Jón spilar á gítar og svo erum við með fleiri í hljómsveitinni og alltaf spila svona spænska músík, svona latínumúsík sem frá Suður Ameríku og ég held að þau alltaf að spila líka Bítlana og alltaf bara að búa til svona notarlega stund í hitunum í sumar. Gefur hiti frá Spáni, en þau alltaf að koma hingað. Alltaf gaman að fá fólk sem kemur annars það frá þau, við fáum að kynnast þeim eitthvað aðeins. Og ég vona að Jón komi með gítarinn með sér og við fáum að heyra Almu syngja. En rétt á eftir þá ætlum við að hafa það sem við kallað svona sumarspjall og þetta kannski svona leikur, kannski ég að segja hlustendur frá því að við fáum bara fólk til að koma hingað og til dæmis ef við erum með vikuskamt þá sendum við fólki einhverja svona fréttir vikunar og það verið að tala fréttir vikunar en það svona prógram. Menn vinna heim og undirbúa sig. Já, svo erum við ofta að tala við fólk sem kemur hingað og erum að tala einhvern svona sérstakt málefni. En þetta sumarspjall þannig að við fáum bara fólk til þess að koma og það ekkert engin dagskrá, þannig að samtali bara fer eitthvað. En við segjum alltaf að þetta sé létt spjall endal og kvimsins sem svona öfumæli. Þannig hugmyndin að við getum haft svona eins og small talk stóra hluti. Það hefur verið nokkrar útgáfur að þessu og það hefur verið bara skemmtilegt. Fólk ótrúlega gott í að tala saman eiginlega og spennandi að hlusta á bara fylgjast með því hvert samræðan fer og það verður mjög spennandi núna. Það gerðum við í Kanada, mér sagt. Þá komum gestir á bæi og settust bara niður og spjölluðu. Bara listform. Og hafa óana hvort fyrir öðru. Segja fréttir og kveða saman og bara spinna áfram sögur, búa til sögur. Já, kannski svona gantast pínutið. Já. Ögra, hvort öðru. Ég vona að við munum líka aðeins gantast. Það kom ekki mjög gott fólk. Það Magga Stína, Margrét Kristín Blöndal og Sara Stef Hildar. Þær voru á marxískri ráðstöfnu í London og þær koma hingað í þáttinn. Kannski látum við þær okkur segja eitthvað frá því. Svo kemur Árni Pétur Guðjónsson, leikari og Guðmundur Brynjólfsson sem djákni og rithöfundur og margt fleira. Þetta allt fólk sem á að geta, þetta lið og málbein. Já, þau vita svona yfirleitt, þau verða yfirleitt ekki kjaftstopp. Nei. Þannig að ég held að við séum ekkert í neinum, maður finnur ekki fyrir neinum svoleiðis kvíða sko, að verði mikil þögn í útvarpinu. Nei. Við stöðum sagt að samstöðs svona tilraunarútvarp og einn hluti af tilraununum það að þetta væri list, þá væri það að endurnýja samtalið og ná að því að
einhver leiti þá svona samtal eins og fer fram kannski í kastljósi eða eitthvað. Þá það eitthvað skrítið við þetta, sko. Ég meina, fólk talar ekki alveg svona saman heima hjá sér eða út á kaffistofu eða í strætó eða hvað sem Þannig að hugmyndin að við sem að leita að einhverju svona að komast út úr dauða fjölmiðlana og því fjölmiðlanir að deyja. Gefum okkur tíma líka. Gefum okkur virkilega tíma til að ræða og taka sénsinn á að segja eitthvað að viti. Já. Ef ekki bara taka sénsinn og láta vaða. Já, ég ætlaði sko Bob Dylan, hann á sínum langa ferli einhvern tímann, þá fékk hann ógeð á sjálfum sér og tónlistinni sinni og öllu. Var spila eitthvað sem að fólk vildi hlusta og hún leiddist það og þá var gat hann hætt, sko, og farið á tenni eða farið á heilsuhælið í Hveragerði eða eitthvað að reyna að endurnýja sig. En hann ákvað að halda tónleika næstu hverjum einasta degi. Ég held að það hafi verið svona 260 tónleikar á ári, 3 ár í röð. Það sem hann fór í gegnum alla söngbókina sína og tók það stefnu að bara keyra áfram og ég vonum að hann kæmi út einhvers staðar annars þar. Og ég held að hann hafi tekist það. Og hann kom tónleikarnir sem þegar hann kom fyrst til Íslands voru hluti af þessum Neverending Tour. Og sumum fannst þér óbærileg, sko, sem það var náttúrulega. Það var bara maður eiginlega gubba út úr sér svörtu galli, eða einhverju sem en hann rataði hann út og sumuleyti þetta endalausa samtal okkar svo tilraun til að fara bara í gegnum fara í kjölfarið á honum. Ég vonum að við komum út einhvers staðar annars þar. Með hlustendum. En ef við fá sömagestinn okkar til okkar, það kom að hingað eftir augnablik Guðmundur Brynjólfsson, djákni og rithöfundur, Árni Pétur Guðjónsson sem leikari fyrst og fremst og Magga Stína sem tónlistarkona og aktivisti, mjög ábyrjandi í baráttu fyrir málstað Palestínumanna núna og Sara Stef Hildar sem að vinnur á söfnum en feministi. Við ætlum að sækja þau inn og svo höldum við samtalinu áfram eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Og verið velkomin í sumarspjallið. Hér hefst eiginlega sumarspjall á léttu nótunum. Það eru komin góði gestir til okkar. Það Sara Stef Hildardóttir og Margrét Kristín Blöndal Magga Stína og Árni Pétur Guðjónsson og Guðmundur Brynjólfsson. Verið velkomin og takk fyrir að koma og taka þátt í þessari tilraun til að tala alvöru lífsins en svona bara hipsum haps. Rétt spjall endalok heimsins, skulum við það. Já. Mjög góð. Bara allir léttu nótunum. Á léttu nótunum. Við erum með jurtate og og hvað... Rétt árið það klárast bara. Já, og hvað segir þið gott? Eða vont? Mér finnst því að Árni Pétur var að segja frá því að Rúnar Guðbrandsson, ekki? Jú, ég væri að skipuleggja að senda þig með leikrit sem við fjallað við Rauðaborðið, sem hommaleikrit. Mjög mikið hommaleikrit. Til Teheran. Já, hann var á leiklistarhátíð nýlega að kenna, eða námskeiði að kenna í Grikklandi, í Aþenu, og þar var ung kona frá Íran sem líka var að kenna og þau fóru að tala saman og þeim fannst mér mjög góð hugmynd að ég færi með sýninguna mína sem ég og Siggi með sem sko homma leikrit og hommar margra kynslóða og alveg homma það er stórkostlega innsýnin í líf homma, ég fór á þessu ég veit það og þetta var ætlast þess að við sýndum þetta leiklistahátíð í Teheran og ég bara þú sagði bara nei. Sagði nei? Þetta sagði ég nei. Ég meina, hann bara, já, við getum bara breyta eitthvað, það er ekki hægt að breyta, þetta bara hommeri, það er ekkert annað í þessu leikriti. Og já, það getur... En þeir vilja ekki taka við því í Teheran? Nei, hann kom með það upp á snúk, ég væri með slæðu, ég segi bara fokki og ég nakin mest allan tíman með slæðu. Það svona góð hugmynd. Það mjög góð hugmynd. Nei, bara með þetta ekki til hugar og það ekki sko, ég fór strax að hugsa þetta,
kannski verði grýttur eða eitthvað eða settur í fangelsi og það engin möguleikar að það verði engin fangaskipti vegna þess að sko það engin Íran í fangelsi á Íslandi til að skiptast við mig og það ekki, hvað var ekki einhver að segja við þurfum að fá 200 Írani til þess að taka einn homma, einn íslenskan homma áætla það að verður svona 200 pólitíski fangar á móti einum homma já, þannig ég það sé verðmæti í fangaskiptum í dag já, þannig ég verð bara fokkt í þarna í fangelsi og ég get ekki náð mér í vendara því ég er svo gamall þegar engin áhuga á mér eða skrokknum mínum ég segi bara eins og mamma eða pappi segir oft ég skal koma með malt og sígarettur já, einu sinni í viku Er það skárra? Nei, þá það eitthvað svona, það verður mér hótað ef þú gefur okkur ekki malt og sígarett og lætur vinkunni að koma með malt og sígarett og þá verður þú bara mjög slæmum kom bara með 2 pakka já. En einhver staður svona á jarðríkinu, getur hugsaðir að fara með þessa sýningu eitthvert annað svona? Já, út já. á landsteinana? Já. Eða út á land, til dæmis? Ég veit það ekki, hún á Sýslu. Nei, alvöru, myndur ekki treysta þess að sýna þetta á Skagaströnd? Jú, hvað sem er á Íslandi, ekkert mál. Þetta ferði Já, ég fór í Hrísey fyrra og sá Bjarnar Snæ með leikriti sitt, Faggi, bara rosalega flott. Og heimaslóðum hans? Já, og svo var ekki hinsegin hátíð í Borgarnesi. Þú veist, okkur hefur farið alveg rosalega fram hérna. Já. En hérna... Bara Borgarnesi og hvað er það, Hrísey? Þetta er komið. Já. Ég talaði hérna daginn við mann sem býr í Berlín og vorum að tala pólitíkina í Þýskalandi og hann er giftur konu af tyrkneskum ættum og hann segir að þau treysti sér ekki út úr Berlín, þau verið að fljúga út úr Berlín, að þau bara treysti sér ekki til þess að vera í þessum svæðum enna í kringum Berlín, sem er gamla Austur-Þýskaland, þar sem að alternativ for Deutschland eru sterkastir. Já, það er bara það að stoppa og taka bensín og það er svo mikið áreiti að þau bara sleppa því. Og þetta er bara vesna. Þetta er vesna út af þessu manni sem er að verða forseti Bandaríkjanna. Ég var að vinna lengi með ameríska túrista og við erum búin að tala við aðra leiðsögumenn sem hafi verið að vinna með ameríska túrista. Ágætis fólk, mentað fólk, háskóla mentað fólk sem vinnur kannski í verkalýðsbaráttunum og allt það og eða háskólaprófessorar og þau hafa bara breyst rosa mikið. Það komið einhver tilætlunarsemi I'm entitled to alveg fullu og þau eru orðin gersamlega óþolandi og þetta er bara eitthvað sem er að gerast mikið núna í Bandaríkjunum, nú verða meira og meira og byrja að smitast allstaðar meira svo hérna á Íslandi. En þú Guðmundur Brynjólfsson, þú ert bæði orðinn doktor og býrð í Þorlákshöfn. Já. Þannig að þú kannski, ert þú svona Ég skil rasismann betur en aðrir minna. Já. Hvernig er ástandið á Þorlákshöfn? Í Þorlákshöfn, það er eitt flokkur við völd og þá bara geti ímyndað ykkur hvernig það er. Bara geta hvaða flokkur það er. Þeir vilja selja fjöll og flytja til útlanda og Já, rétt á þessu. Í trássu við íbúana og svo sjá þeir fram á íbúakosningu og þá hætta þeir við íbúakosninguna því að þeir halda að íbúakosningin fari ekki vel og þeir fara í framkvæmdir og segja svo ákveða framkvæmdir og svo segir fólk, býtu hvað, akkur byrjaði að framkvæma þetta, akkur, það var aldrei komið í skipulagið neitt og þá segir þeir, verktakinn hefur bara byrjað, það var ekki búið að ákveða það. eins og þessi búið trúlegt að einhver verktaki fara að byrja þetta hljómar kunnulega, það er eitthvað gamalt trix vinna eitthvað mikið bara upp á von og óvon sko. Þannig að já, þetta er Mér var sagt daginn að algengasta orðið sem var notað í íslensku stjórnsýslu væri upsi-búps. Já, það er óbyggilega mikið til í því. Já, eins og bara vaða glæpamenn uppi. Það hafa alltaf gert. Ég kom heim fjölskyldan frá Svíþjóð þegar ég var 1957 kom til Íslands og mamma var svona fín frú, orðin þá allt í hennu, fór í fínu frú á saumaklubbana og hún sagði að önnur hver konu var gift glæpamanni. Þetta var 1957. Og hvernig skilgreindi hún svona glæpamanni? Já, það var verktakarnir, það var herinn, það var sambandið, það var Eimskip, heilsararnir. Munum var sá að fólk svona átti mikla peninga, það barst á í útlöndum, ekki svo mikið hérna heima. Það var svona meira, reyndi að vera svolítið meira smekklegra að því leyti. Önnur hver kona gift glæpamanni. Svo þetta er ekki nýtt. Því varst að segja með Ameríkanana að þeir væri alltaf að
heimta að heimurinn myndi aðlaga sig sér. Já. Þetta ekki tengt Trump, sko, þeir eru búin að vera svona áratugum saman, sko. Finnst þér það versnað? Þegar þeir koma á veitingastað og þá geta ekki bara étið þessi við matinn, heldur geti fengið þetta með en breyta þessu meðlæti og flytja þetta yfir og þetta er þess að vera árekstur allavega milli bandaríska túrista og franskra þjóna. Já, já. Bandaríski túristar halda frakkarnir þessu dónalegi þjónar en áttast ekki að þeir eru dónarnir. Það geti ekki bara étið það sem er elda ofan. En þetta er nú samt lýsing á sko íslenskum. Við erum amerísk, við erum að taka ameríska menningu. Það var nú verið að tala um það hérna einmitt, Sara Ríl var hérna, hún er leiðsögukona, hún sagði einmitt bandaríski túristar væri bara mjög kurteisir og góðir. Þeir voru það, ég hafa breyst. Líka túristarnir sjálfur? Já, ég hef með svona hópa Amerikonum sem voru 16 mann í hóp. Yndislegt fólk, yfirleitt upp til hópa og ég finn breytingu. Og það ég hef talað fleiri leiðsögumenn, við finnum breytingu á bara mjög geðu og yndislega velmenntuðu fólki að það er komið eitthvað ógeð í þeim og ég kenni Trump á allir því sem var að gerast þannig. Að þessi fávitar, þeir vildu ekki að Hillary Clinton og fengu Trump í staði, dásamlegt. Ég get nú ekki sagt að mér finnst Hillary Clinton skárra en Trump, sko. Nei. I'm sorry, sko. En ef að þú væri með gistiheimili, Magastína, eða svona, væri bara hlaupandi bakka og það væri mikið af Ísraelsmönnum þar. Hvernig tækist þér svona að auðsýna þessa gestlistni sem að bara... Þetta er samviskufullt, myndir þú búa rúm sem að Ísraelsmaður hefur sofið í? Því nú hefur þú fyrir hlustendur verið svona kannski í svolítið forsvari og brautriðandi hérna í Palestínu, í baráttu fyrir Palestínu. Ég held að ég hef náttúrulega ekkert verið í forsvari, ég hef bara svona verið meðal annara, þú veist, þú er ötul. Sko, ég þetta með að búa rúm Ísraelsmanns, sko, ég held að ég myndi bara þvo fætur hans eins og Jesús hefði gert á sínum tíma. Sko, því maður, sko, ég held að þetta er alltaf náttúrulega bara svona tvíeggjað sverð, að því ég er nú Blöndal eins og kannski hefur komið fram í þessum þætti. Þannig ég er alltaf að berjast við, sko, þú veist, þetta svona næfur þunna blað, sko. Þú veist, þess sem er innra með manni, sko. Þú veist, og maður þarf að vera vakandi bara hverja stund, sko. Þú veist að ég segi oft stundur svona í gríni eða stutt í fasistan í mér, sko. En þú veist, það er bara þessi vogarskál, sko. Þú veist, þetta, manneskjan hefur, þú veist, hún hefur allt innra með sér og svona, og ég meina... Og Blöndalinn í þínum huga svona þessi sýslumaður? Já, ég meina það svona, ég er komin í beinanlegg alveg hann í Húnavissýslunum, það sem þú ætlar að sýna hana leikritið. Var það illa Blöndal í þér? Nei, ég segi bara, þú veist, þetta er bara svona þessi traumatíska arfleifð. Já, illa og góða í hverjum. Það sem að sýslumaðurinn var einmitt, sko, tók upp bara dauðrafsringuna aftur og hjó höfuðið að Agnús og Friðrik og svo bæjarspíl, sko. Já. Þú veist, þannig að maður er að díla við alls konar, sko. Þú veist, en þetta með, þú veist, ég ég deili reynslu, sko, ég var leiðsögumaður líka í nokkur sumur og og hef alltaf svona þurft að hafa svona látt það að til með, sko, þú veist, þú segir ekki að ísraelski túristar séu frekari en aðrir túristar, jafnvel þótt séu það. Skiljið. Þú veist, að því maður verður alltaf einhvern veginn að skilja, þú veist, ég meina, þú veist, þetta er alltaf þessi möguleiki á batnandi, ég meina, maður verður að hafa trú á batnandi heimi. Magastína, maður orðið þetta þannig að í túrismannum að þá er sannleikurinn falur fyrir gott tips. Nei, þetta er ekki svoleiðis. Ég áttaði mig ekki á þessu með tipsi fyrir ég var hætt, sko. Það er nú businessvitið í mér, sko. Það er ekki bara, sko, ég held að þetta Ísraelsmenn eða Þjóðverjar eða Ameríkanar eitthvað er ekki voðalega biluð hugsun, sko. Jú, ég held að það er hættulegt. Þetta er bara allt fólk og ég menna það eru algjörir bara, sko, uglubröndar í öllum, sko, meðal allra þjóða og við erum öll samsett af einhverju sem er ógeðslegt og gott og hver og einn einstaklingur hér býr yfir einhverjum viðbjóði og líka yfir einhverju ást og gæsku og kærleika
Ég veit ekki, ég held að Satan sé búin að völdum í Bandaríkjunum. Já, þeir alltaf tala Guð, en það bara skrattinn. Allt sem þeir að pæla og segja, það bara skrattinn. Og ég er ekki að segja, ég er alveg dómhörð, ég segi líka bara að Ísrael ríki útsendir að djöfulsins. Já, án sig hika. Ég segi það, alveg án sig hika. En aftur á móti. Tvær fætur hans. Já, á meðan ég fætur ísraelska terroristans. En þú ert að segja bara að landamærin séu? Já, eða svona, maður er ofta að sjá einhverja svona umræðum eitthvað, þessir gerir svona og þessir gerir hinsegin eitthvað, og svo er þetta ofta eitthvað fólk sem bara fór í 3 vikur eitthvað og það veit allt, Frakkinn gerir þetta, hann gerir þetta svona og eitthvað sem fer til Portúgal, Portúgalarnir taka þetta nú svona, þeir eru með þetta þannig að þeir gera svona. Þetta er bara svona afvegaleiðing á umræðingu, við erum þetta bara, við erum að berjast gegn einhverju viðbjóðslegri heimsvallarstefnu sem að reyndar Bandaríkjamenn bara á, en þú veist, og við verðum að vera fókusirð á það, en ekki, þú veist. Er þetta ekki bara, þetta er svona eignarhaldsstefna, Við erum svo heppin að í okkur rennur heitt norrænt blóð. Og það eru við sem Þetta er lagið að það gefist ekki upp á móti blási. Nei, ég meina við bara veitum. Satt í bílnum daginn og var að hlusta á Rás 1 og þá kom meðal annars þetta, við gefum ekki upp á móti blási og í okkur rennur heitt norrænt blóð. Var þetta bara í útvarpinu? Þetta er bara texti, það er fullt af svona textum sem ég hef ekki heyrt áður, eins og litla blindastrákin, hvað heitir það, einskisbarn, ég er. Svona getum við haldið, maður þáttar röðum dægulega texta, sem að. En er þetta ekki svolítið, við erum annars vegar að tala eitthvað pólitískt samhengi og við verðum að geta að tala þá einmitt pólitískar vendingar og svoleiðis, en svo hins vegar erum við að tala einmitt lítinn einskismannsstreng og þá er okkur náttúrulega alveg sama hvers þjóðar hann er. Við viljum bara þjóna, ef hann leitar til okkar. Við viljum engin landamæri og við viljum engar þjóðir. Já, svoleiðis. Þetta er ekki almennt viðhorf, Nei, þetta er ekki almennt viðhorf. Við þurfum svona að hafa eitthvað merki, hvort við erum að tala svona í pólitísku samhengi eða hvort við erum að tala í persónulegu. Þetta er rosalega mikilvægt samt að við höldum alltaf fókus og við höldum alltaf okkur við að það er gaman að grínast. Þú veist, það er eins og einn stórvinur minn sagði, að gaman að hlæja og það er hálft í sleipu. En við verðum að vera fókusiruð á, vegna þess að þú veist að því konseptið var allavega áður en ég komin niður þátt heimsendir, einhver sagði orðið heimsendir. Og við erum nefnilega daldi út á þessum hálægis í sambandi við það. Og ég er þeirra skoðunar að við séum stokkin fram að hengibrúninni, þú veist, í þessu samhengi. Í þessum þætti þá eða í heiminum? Kannski ekki í þessum þætti. Já, eða í heiminum, í hennu vestræna heimi, og við verðum einhvern veginn svona að halda daldi góðum fókus á viðspyrnuna. Þú veist. Já, það er ekki spurning, hvernig gerum við það? Ég er svo mikið fyrir samtalið. Þú er bara svo að heyra Björk. Já, í Bandaríkjunum er hægt að tala saman, algjörlega. Það er bara stál í stál. Og ég er svo hræddur við þetta stál í stál dæmi. Til dæmis, til dæmis eitt sem ég við segja í Frakklandi núna, er komin, loksins var hægri stefnan eða hvað sem Marine Le Pen var stoppuð á einhvern hátt. En hvernig gengur það sameinast þar? Þeir eru bara fullt af litlum svona kóngum sem bara hata hvern annan og talandi Hillary Clinton og svona. Ég meina, þetta bullandi hatur sem ofta á Hillary Clinton var á Katrínu Jakobs. Var vegna þess að það er eitthvað sem skilur að. Og og þá fáði Donald Trump í staðinn. Vegna þess að ég hef nátt að vera að tala þetta. Akkur geta vinstrimenn ekki sameinast, ég er ekki bara að tala Íslandi. Akkur geta fólk sem hefur nokkuð veginn, að gæsalappa, fallegar hugsjónir, akkur getur ekki sameinast, akkur þurfum að splittast. Já, þú ert svona, þú ert talsmaður þess að, þú veist að það þjóni málstæðnum best, að við hefum svona breiðari skilning á því hvað, þú veist, að við hefum svona temmilega mikla spillingu, þú veist að allt. Nei, ég skal koma með dæmi, að því nú er svo gamall. Í menntaskóla þá var Davíð Oddsson kosinn sem inspektor skóli. Hann var á móti Þorvaldi Gylfasyni. Allir vinstrimenn studdu Davíð Oddsson. Vegna þess að Þorvaldur Gylfason, hann var sonur
Gylfa. Þú vilt meira þessu? Þú vilt meira þessu að vinstri menn styðji Davíð Oddsson? Nei, þau gerðu það. Ég skildi svona. Nei, þau gerðu það. Álfur Ingadóttir, Mörður Árnason, Gestur Guðmundsson, Þröstur Haraldsson. Það studdi allt Davíð Oddsson sem snerist leið vegna þess að þeir hötuðu svo mikið og gátu ekki sameinast til dæmis Þorvald. Og þá fenguðu þetta bara Davíð Oddsson í staðinn sem snerist bara deginu eftir og snerist hann og þá kom Hannes Hólmstad Gissurarson sem aðalvinurinn, Geir Haarde og Geir Waage. Og það var allt splittað þarna var maóistar, það var leinilistar, það var KFM, þetta var svo dásamlega mikla klíkur sem hötuðust innbyrðis. En það vill svo til, Árni Pétur, að Magga Stína og Sara eru nýkomna til landsins frá London, þar sem þeir voru á marxískri ráðstefnu. Þannig að ég gef bara boltið þeirra. Já, mér langaði líka bara að spyrja þig, sko, aftur kannski varðandi þetta, að því þú hefur verið með fréttur úr feðraveldinu hérna í stúdíóinu og er það ekki þá einmitt líka konsept feðraveldi, er það ekki tilraun til þess að fara svolítið þvert á flokka og þvert á, jafnvel hægri og vinstri og skilgreina eitthvað svona... Feðraveldi bara sem konsept náttúrulega bara sker í gegnum öll þessi lög. Þú veist, þessi heimur, hann er bara keyrður á 50% svona brain power í mestalagi. Í mestalagi. Mögulega 20%. Með vísan í, sko, hvernig lögum í löndum er fyrir komið. Ég meina, þetta er skrifað köllum fyrir kalla. Og þess vegna sagði ég áðan, ég meina, þetta bara fjallar eignarhald. Þú veist. Og hvað kom fram á marxísku ráðstefnunni, já? Já, þetta var svona sósíalísk baráttuhátíð, Marx er náttúrulega kall. Hann er kall, sko. Já, ég meina, en ég segi, sko, þú veist, það er svolítið bara áhugavert að heyra á ykkur, rifja upp einhverja gamla góða tíma sem er fyrir mína tíð, sko. En ég meina, í rauninni er bara, þú veist, fulltrúa lýðræðið er bara algjörlega, mölbrotið í klassu og hefur enga merkingu lengur. Þannig að ef það var eitthvað hægri og eitthvað vinstri og þú ættir að kjósa þinn fulltrúa til þess að sinna þínum málum, þú veist, mínir borgaralegu vinir hafa oft einhvern veginn bara treyst á þetta. Þú veist, ég bara kýs minn fulltrúa inn á þing og þá þarf ekki að ágjöra því meir. Og ef svo fulltrúi fyrir forsetafannabóð, bara kýs henn líka. Já. En hitt er svo bara hiskið og skrýllin sem mætir og mótmælir þegar engin önnur ráð eru til taks. Þannig að það er áhugavert, sko. Þannig að hvort þetta er Satan eða niðurbrot fulltrúalýðræðis. Peningar. Já, peningar. Follow the money. Já. En þetta var frábær hátíð, sósíalísk baráttuhátíð í London. Þetta er sem sagt skipulagt af Socialist Workers Party í Bretlandi en hafði á sig bara mjög svona alþjóðlegan blæ núna í ár og var í stærsta hátíð sinnar tegundar fram að þessu. Þetta voru tæplega 4.000 mann sem mættu. Þannig að þarna voru sósíalistar frá Noregi, Tyrklandi, Ítalíu, Kanada, frönskumælandi Kanada, bara mætir Íran, fólk mætir alls staðar að. Og þetta er bara frábært, þú veist, mikið svona komrateri í gangi og alls konar vel skipulaða málstofur og það sem var svona náttúrulega undirliggjandi þar málefnin voru svona svolítið það sem við erum að tala um sko, það var rasismi og það var fasismi og bara í gegnum allar málstofur sko. Og einhverju leiðir þá til þess að veita því viðspyrnu eða? Já, þannig að þetta er eiginlega svona tvískipt sko, þannig að annars vegar eru félagar í flokknum með málstofur og segja svolítið frá þá hvernig þau skipuleggja sig eins og út á landi sko, eins og ef þú væri frá Þýskalandi þannig hvernig þú myndir skipuleggja starfið utan London þar sem að svona rasismin og fasismin er mjög sýnilega vaxandi og mér verður alltaf að hugsa til Reykjanes, þú veist, að því þau eru ofta að taka dæmi svona bæi þar sem að er búið að hrúa saman útlendingum. Það sem engir innviðir eru til að taka við þessum fjölda fólks sem hefur engan tilgang, þú veist, er bara lokað inni og einangrað. Að svoleiðis er að gerast bara ítrekkað í bæjum vítt og breytt Bretland og þá lýsa þau oft og fá til sín félaga sem hafa unnið svona breytt með öðrum hreyfingum í bæjunum til þess að spyrna gegn bara mjög sýnilega þessum rasisma og fasisma sem að kemur þá með eins og national hvað heita þessar hreyfingar, National Front og það er önnur hreyfing sem er stólið úr mig núna sem er svona stóri í Bretlandi Tommy Robinson manstu, það var nafn sem að... Fram á Íslandi sem þjóðfylkingin til dæmis, þetta heitir yfirleitt svona nafn. Já, en þessi Tommy Robinson kom oft við sögum því að hann var að skipuleggja eitthvað og einhvern útifundi í London í fyrsta sinn sem hann mætir inn í London
þitið. Þannig að það var núna held ég bara enn helgina. Og þá að vera að hvetja sem sagt fólk, að vera að reyna að ná svona breiðri samstöðu til að spyrna á móti á þeim fundi og raunverulega hrekja það á brott, sko, eins og þeir hafa gert í þessum litlu bæjum. Getur hrekja brott þá þennan rasista, þennan Já, bara mótmæla. Þennan Robinson. Já. Þannig að þetta er bara mjög áhugavert og svo fá þið líka, þú veist, svo Giannis Varoufakis hérna og það eru Jeremy Corbyn kom og las ljóð og var svo með svona extended stay aðeins til að fjalla niðurstöðu kosninga. Voru líka, þannig að það litaðist líka kannski að kosningunum sem voru í Breitlandi, þar sem komust að, hvað voru ekki, 5 sjálfstæði 4 sjálfstæði frambjóðendur. Og sem eru skilgreindir svona til vinstri. Já, eða ég meina Jeremy Corbyn einn af þeim og þessi Andrew Feinstein sem Já. Það voru með Corbyn, það voru 5 sem væri hægt að skilgreina hafi fengið kosningu út af afstöðun til Gaza. Já. Þar var einn sem hafi verið í frjálslyndarflokknum. Kannski trotskistandir hafi talið bara 4, ekki vilja telja hann með. En hann kom inn á svona því mandati. Já, ég heyri það. Já, í raun og veru, þú veist, allavega svona heyrðist manna að það væri undirliggjandi að hefði það verið megin ástæði fyrir þau komast áfram, sko, auðvitað bara þessi. Það er Palestína með stærri þingflokkaldur en umbótaflokkurinn í dag. Akkurat. Það getur verið með 5 manna. Þetta hljómar samt sem svona neyðarplandóldið og alveg sérstakt, sem það hljómar að andspyrnan felist helst í því að reka einhverja persónu út úr samfélaginu. Út fyrir borgarmúrana, út í sveitina. Já, reka rasista út fyrir borgarmúrana. Mann finnst það eitthvað neitt furðulegt. Rekin aftur til Þorlákshafnar. Já, en ég meina þar birtist rasismin á endanum í manneskjunni sjálfri, er það ekki? Já, við erum að tala um en er ég að skilja rétt, sko, sem sagt, var þetta einhver aðgerð sem fólst í því að reka einhver rasista? Ég held að orðalegi sé kannski meira svona tákgrænt, sko. Þú veist, þetta svona að bara þetta er bara mótmæli, þú veist, þessu, sko. Já, en það voru hafa verið sagðar sögur að því þarna sem þeim beinlínis tókst að eyðileggja svona fund. Þannig að þeir bara hættu við að fara á svið. Svona antifa-aðgerð. Já, svoleiðis, já. Ok, og hvernig er staðan í Þorlákshöfn? Það hljómaði svolítið eins og í þessari frásögn að því að voru undan Satan, að Satan eiginlega byggi út í henni dreifðari byggðum. Og það verið að verja hann kæmi inn í háborgirnar í London og Reykjavík. Já, við verðum að passa okkur nefnilega. Nú verðum alltaf að passa okkur, sko. Þú veist, á þessum túlkunar hérna. Já, ég alveg upp við Laxness og fleira og það sem allt sem rétt hugsað er einhvern veginn hugsað út á landi. En hérna í bænum sé spillingin og sorinn og sollurinn og hérna... Maður aldrei að treysta neinu nema sem alveg upp í sveit. Það er ólst í uppið. Já, ég held að þetta sé sko, hérna, þetta er ákveðin, ég greinir svona fordóma hérna. Ég greinir líka ákveðna fordóma hérna. Það mér? Já, ég meina hvaðan kemur þessi orðaða? Þú veist, hver segir að... Já, hún var nú mikið í Brexit til dæmis, þá var, og þetta er nú það sem, að mínum að þetta er nú það sem býr til svona fyrirbæri eins og Trump. Sko, þá var orðaðan svo að það var allir sem eru vittlausir, illa menntaðir og byggja út á landi í Englandi sem var á móti Evrópusambandinu. En þeir sem eru vel gefnir og vel menntaðir og byggja í London og stóruborgunum, þeir sæju ljósið í Evrópusambandinu. Og hérna, þetta hljóma svolítið svipað þarna eins og þú segir, sko, það er farið með flóttamenn og útlendingar, þeir eru með moka á einhverja staði, þar sem ekkert engir innviðir en eitt til að taka við því. Og hvað segir þá fólkið sem er fyrir? Það segir, því þetta er þessu fólki, þessum flóttamönnum er mokað alveg jaft af hægri og vinstri fólki. Og þá segir fólkið sem hérna hafði nú einhverju fáránlingshætti treyst á samfylkinguna og vinstri græna og eitthvað slíkt. Þá segir það, voru þið ekki fyrir okkur, hérna, og þá kom einhverjir svona eins og Trump og segja við tökum eftir ykkur, við tökum eftir hvað þið hafið það slæmt, þetta svokallaða vinstrilið hefur alveg gleymt ykkur og
og komið í faðminn. Svikið ykkur. Já, þeir svikið ykkur og svona og þetta vitum við að gerist í Bandaríkjunum líka. Demókratar voru bara í einhverju svona gæluverkefnum, eitthvað að pæla í einhverju, svona ef við færum það til Íslands, hvað ætti að vera margar ruslatunum við hús og hvort það ætti ekki að vera bílar á nagladekkjum eða eitthvað slíkt. En þetta ekki guðfræðileg kenning að það sem að djöfullin að þar hefur sko hið góða gefið eftir og djöfullin fyllir upp rýmið sem að hið góða skilur eftir. Jú, og bara mjög... Og það sem að þeir sem að tóku að sér að vera henni góðu og sviku það og gáðu eftir og tóku upp að þar verður til rými fyrir Trump. Þetta guðfræði. Og mjög forn hérna til dæmis, ég man nú ekki hvaða rit í biblíunum það er í Gamla testamentinu, það er þessi hugmynd hið vonda sem komið að norðan. Já. Og það var einhver landræði þarna sem ég man ekki lengur, Assýríumenn eða einhverju sem stóð stuggur af sko. Og þá var gerðið sama sem merkja á milli hins illa og svo fram eftir götunum. En hvernig að búa í Þorlákshöfn? Getur þú sagt okkur svona út frá þessu, sem sagt, þú menntamaðurinn og þarna... Það er alveg ljómandi velmenntað fólk við þegar mér alla kantað í Þorlákshöfn og margt mjög gott í Þorlákshöfn. Já, en ég meni, ekki svo að djöfulli búið þar í öðru hverju húsi. Nei, en ekki mikið af, sko, ég meni það er mjög mikið innflytjendur. Það er mikið af innflytjendum þar sem eru innflytjendum sem má segja séu. Nú erum við komin inn á sko, það svæði, sko, mikið af innflytjendum sem eru þóknanlegir. Það er að segja innflytjendur sem eru innan girðingar Evrópusambandsins sem heitir Schengen. Ódýrt vinnuafl. Já, ódýrt vinnuafl sem má vera. Og þetta er einhver mestu öfugmæli og furðulegheit í íslenskri pólitík. Það er það að fólk sem þykist vera, segjum eins og til dæmis Samfylkingafólk nánast allt, Viðreisn og aðri fleiri, sem segist standa með lítilmagnanum, lætur ég vel sjá sig á mótmælum til styrktar heinum að þessum góðum málstað. Mjög fáir. Það dásamar Evrópusambandið og Schengen. Það sem gróðra stía rasisma, sem búið að búa til múr í kringum sig til þess að passa það að það komi engir utanakomandi inn. Þetta er alveg bara... Þetta er svo ógeðslegt fyrirbæri sem við erum stödd í þarna og hingað sko og út af þessu meðal annars þá valsa hingað sko ræðglæpamenn bara því þeir eru innan þessarar girðingar. Og þeir koma aftur og það er svona séu Chaplin-mynd, löggan fer með það á landi og svo kemur löggan þetta tilbaka og þá mæta þeir glæpunum aftur og konur undan heim. En sko, svo er eitthvað heiðvirt fólk sem býr kannski á Indlandi eða Tansaníu eða Tælandi eða Mexíko, það er bara stórum vandkvæðum bundi fyrir það að fá að koma hingað. Þetta er ekki eðlilegt. Nei, þetta er svona eins og svolítið heimsvalda stefna sko, þú veist þessi No Borders umræða, hún fjallar svolítið um þetta, fólk sem er að rannsaka landamæri og svona eftirlitskerfi, þú veist, að því að í rauninni sko eins og Schengen og Evrópusambandið mitt, þau ýta undir svona löggæslu, þú veist, á landamærum og ekki bara á landamærum, heldur líka náttúrulega bara inn í borgum, það sem er stöðugt verið að sortera fólk og fylgjast með því hleypi gegn sumum, ekki hleypi gegn öðrum. Og bara systematískan rasisma. Því þetta er ekki annað en rasismi. Af hverju er fólk sem náttúrulega stórum hluta til dæmis í Afríku sem er öðruvís á litin en stórum hluta þeir sem búi í Evrópu. Af hverju má það fólk ekki koma og fara og vinna og gera hvað sem það vill eins og aðrir? Já, það hefur verið talað mitt sko í samhengi við einhverja svona heimsvalda stefnu að nú er almennt samþykkt eins og í alþjóðasamningum að þú mátt ekki aðgreina eins og eftir lit eða eftir þessu hugtaki kynþáttur. En þú getur sko aðgreint með því að nota landamæri og með því að nota eftirlit. Þetta er alltaf bara óbærilegt sko að ferðast á... Svo er þið sko svartasta í þessu öllu saman að þeir sem er verið að loka úti, það eru þeir sem er búið að arðræna og pína í árhundruð og hirða frá auðlindir og er enn verið að. En að þeir fá að koma inn í herbyggið? Nei. Já, og styrkja valdamenn þessara landa sem eru bara einhver kóalla og myrða og drepa. Alls konar páfugla sko. Út af einhverjum. Þannig við erum ennþá í nýlenda. Þetta er svona nýlendu. Það er bara, ég bara get ekki hægt að hugsa forsætisráðherra vor sem að bara
sendi út vídeo af sjálfum sér í það sem hann var stattur í Malawi held ég í nýlunda herra jakkafötunum sínum og það sem hann steig dansinn með frumbyggjum sko þú veist þetta var bara þú veist þetta við erum komin á einhvern stað sem svo óhugnalega ógeðslegur þú veist og hann svo hérna grímulaus rasismi sem hérna rekinn og þú veist og það eru nákvæmlega kratarnir sem að greiða þú veist þessu fólki leið þessum fasisma og rasismanum leið þess vegna verður þú veist og þetta vinstra hægri þetta náttúrulega bara þú veist svo löngur þvættingur sko. En það svolítið flókið verið að segja ég horfði á þetta vídeo líka og hérna sko honum var boðið upp í þennan dans á þessu svæði það líka verið, ég ekkert að verja þú veist, en mér finnst ekki endilega hinn grímulausi rasismi birtast í þessum danssporum einhvern veginn en ég verið að segja sko, þú veist, honum til hrós að þú veist, það ekki oft svona texta sem að Bjarni Bendið sinni texta gleðja mig en ég hló næstu því í sólarhring sko og þú veist, horfði bara á þetta í repeat en þetta náttúrulega bara var honum fullkomna skammar og þetta fór inn á eitthvað svona svæði þar sem að maður veit ekki hvort maður á að gráta eða hlæja sko. En þú veist var hann ekki bara boðið upp í dans? Já, en sko þú veist maður með sómatilfinningu þú veist, hann bara veit hvernig hann á að hafa sér skilur. Nú líka hefur þú hugsað til þess sko, kannski ég hef nú ekki séð þetta en líka vegna þess að svona eitthvað fyrirbæri eða hvað maður segir, eitthvað svona danshópur í þessu landi ekki frumbyggjar skiljiði að dansa frjálsir. Heldur þetta partur af túrismanum á þessu svæði einhverja gæja sem eru... Þetta er þjóðdansafélagið á 17. júní. Já, en er þetta ekki aðalatriði, skiljiði? Þú veist, þetta er bara, við erum ekki láta afvegalega okkur, við erum bara... Sko, þetta er líka sambandi við fréttir og svona, ég að lesa fréttir frá Súdan eða frá einhverjum stöðum og ég hugsa, af hverju stríðarna? Hvað að gerast? Nú, einhvers staðar las ég að væri spurningu gull sem Unite saminu fyrsta dæmi í arabísku að ná í og þess vegna styrkjaði sko annan aðeilan. Það er náttúrulega bara það yfirleitt, finnst mér vera sko vanta upplýsingar af hverju stríðarna, af hverju fólk að berjast. Stríðir bara út af peningum og ekki neinu. Það er auðlindir sem verið að sækja. Auðlindir til, ekki núna vera í Teslunar okkar. Fólk að hamast stríð til að ná í eitthvað viss lithium eða ná í einhver svona dót. Ég man ekki hvað var talað til dæmis með Ísrael og Gaza, hvað var það í gangi? Jú, það er bara því það eru... Vatn og gas og fleira. Það er gas, náttúrulegt gas. Já, og vatn, já. Það vantar þessa, sko ástæðan að segja, það er vegna þess að það er evil capitalist, þessi kallast stundum. Já, þú meina meginstraumsmiðlarnir, þeir segja ekki frá ástæðunum, það er erfitt að rekja sig eftir, hvað er raunverulega... Nei, ekki einu sinni RÚV sem Nei, það er vegna þess að fjölmiðlar starfa á vegum stjórnvalda og stofnana í hverju landi. Þeir starfa á vegum peningafólksins. Ég veit ekki neina fjölmiðla, hvorki hér né annars staðar í hérna Evrópu allavega eða Bandaríkjónu sem að ekki hliðhollir stjórnvöldum eða stofnunum. Já, mér finnst það alveg verið hliðhollir fyrirtækjunum. Já, fyrirtækjunum, ég er bara corporated media. Sem eiga stjórnvöld. Já, vegna þess að þegar maður lítur á mörg þessi stríð til dæmis, þá er þetta fyrst og fremst eitthvað efnahagslegt. Það er eitthvað sem bara follow the money. En það sem við kannski lendum, það sem ég nú að segja þetta, Magastína, af hverju má maðurinn ekki dansa, þú veist, svona sem ég veit að er alveg pirrandi, en að ég að taka úr samhengi, en ég bara hugsa, það er svona sem þetta birtist okkur. Svona er umræðan svo mikið, að því að það er ekki, kannski hvorki þú né blaðamennir gera grein fyrir beinlínis forsendum gagnrýninnar, eða þannig að sko, raunverulega er þetta þarna, eins og þeir segja, þetta er eitthvað leikrit sem er sett á svið til þess að milda eða gera gott úr skefjulausri post nýlenduhyggju sem þú sérð sko en og þú ert að lýsa en þegar maður sér bara vídeo og þá allt í einu fer umræðan bara snúast það hvort að bara hann hafi dansað vel eða hvernig eða hvort að Hillary sem er óþolandi rödd já, ég meina það að því við raunverulega missum alltaf samhengið einhvern veginn úr fréttunum og sérstaklega líka þegar við erum að svona búta oft í sundur að þá virðist vera við svolítið tínumst í algjörlega og ég er alveg sammála því af því það vantar líka alltaf forsendurnar eins og þú segir en líka alltaf eftirfylgni þú veist þetta er bara þessu strategían hvernig RÚV sko segir sína fréttir
hún segir rangar fréttir í 3 vikur, svo segir hún alltaf eitthvað sem er rétt og hérna maður svo bara, já, allt að gerast þér. En það er engin eftirfylgni, það er engin áhugi á staðreyndum, það er engin passion, það er engin, þú veist, það er bara engin metnaður, það er engin sannleiksþrá, það er ekkert af því að þú ætla bara heim klukkan 4 og setjast í sófan. En stundum er það svona í okkar kultúr að til dæmis ef við tökum síðastlegin vetur að þá eittu Íslendingar kannski 100 í því að tala Eurovision en kannski 3 í að tala Palestínu. Já, nákvæmlega. Þess vegna finnst mér þess vegna sagði ég bara var ekki bara manninu boðið upp í dans. Ég var alveg til að tala heimsvaldastefnu og síðnýðlendu tíman og allt saman og sleppa bara þessum tákmyndum. Þetta er gott að menni að dansa eða ekki dansa, ég meina. Þú veist, eins og ég segi, og það verður alltaf aðalatrið hérna í þættunum til dæmis. Við dansum á lítið. Ég segja svona almennt. Dansum á lítið. Ég held að sé sem Árni var að segja líka, við vitum aldrei, okkur er ekkert sagt, okkur er sagt endrum og sinnum að sé stríði í Súdan, Já, það er þá ef eru nógu margir drepnir þar í einu, þá kannski ratar það fréttirnar, en það er ekkert, okkur er aldrei sagt neitt, okkur er sagt allt alveg í díteil, svona eftir ákveðin forskrift hvað er að gerast í Úkraínu, en ófriður í Afríku, flóttamanna, ástandi í Afríku, til dæmis, ég veit að til dæmis það eru í norður Úganda eru 2 milljónir flóttamanna. Það er alltaf verið að tala hér alltaf eins og hafi aldrei bara á jarðríki gerst annað eins og það komið flóttamenn til Íslands. Þessi 293 flóttamenn. Já, það eru 2 milljónir flóttamanna síðast í vissi og það streymi stöðugt. Og af hverju og hvaðan eru þeir að koma og svona og af hverju er það hefur engin áhuga á því, hér eru bara menn í Schengen og landamærin og pæli því hvað kostar bara, þú veist, hvort að stinkan er dýrari í Torremolinos heldur en í Reykjavík, það er aðalmálið. Já, og svo er þetta einhverjir vinir okkar sem er að stuðla að þessum flóttamannastraumi. Nákvæmlega. Þannig að í Súdan eða Úganda. Hver er það? Einhver sem er að styrkja fótboltastrákana. Já, eitthvað svona. Og þá tölum við ekkert það ekki í dag. Við vorum öll sammála að með að það var ekki munur á hægri og vinstri og svona. Ég ólst upp í svo gamall. Að þá var hægri og vinstri, þetta er stéttaleg hugtök. Vinstrið er að berjast fyrir lágstéttinnar til þess að auka völdura og vilja að ríkisvaldið sé framkvæmdar afl alls almennings. Hægrið er að berjast fyrir hina ríku og telja það að okkur fartist best á því að færa þeim sem mest völd og mestan auð og helst allar auðlindir okkar og ríkisvaldið sé nota til þess að bæta hag hinna betursettu. Þannig var talað hægri og vinstri þegar ég var lítill. Og ég veit að hægri og vinstri var eitthvað annað áður en núna er kannski hægri og vinstri orðið eitthvað allt annað. Ég veit ekki hvaða vinstri þið eruð að tala Ég lít ekki svo á að Samfylking sé vinstri flokkur og Macron er ekki vinstri maður og Biden er ekki vinstri maður og Keir Starmer er ekki vinstri maður í mínum huga. En það má vel vera að hugtökin hafi bara breyst. Að vera vinstri er að vera eitthvað svona stíll í orðræðu og eitthvað svoleiðis en allir raunverulega er að styðja að trúa því að við verðum náttúrulega að færa sem allra mestu völd til hennar ríku vegna þess að henni ríkur svolítið klár og henni fátækur svolítið vittlaus og það verður náttúrulega alveg glapræði ef við myndum að auka völd hennar vittlausu. Já, það er bara hluta áróðri. Þannig að mér finnst en þú veist á maður að bara gefa eftir og segja nei, ég er ekki vinstri maður, bara fuck it, ég er sósíalisti. Á maður að segja það? Já, bara á að segja ég er byltingar sinnaður sósíalisti. Sögðu þeir í London. Og þeir notuðust ekki við vinstri og hægri. Já, og ég var nú eitthvað online núna í vikunni og þar var ég mitt kölluð byltingarsinnaður skríll. Akkúrat. Þetta hefur borið árangur. Já, en ég er að segja hægrið. Við lifum á byltingatímum. Gunnar Smára með að bara kalla þið byltingarsinnaður. Við lifum á byltingatímum nýfrjálshyggjunnar sem hafa í stórfelldum þjófnaði út um allan heim og búið til svona ólíkarkisma þar sem að völd og fé og auðlindir eru bara sópaður upp og færðar hinum ríku. Nú ætlar Elon Musk, það þegar við nefndu Tesla, að gefa Trump, ég man ekki hvað það var, það sé svona eins og ein fjárlög á annarkvörn dag held ég, íslensk fjárlög.
Þannig að það bara algjörlega búið að taka yfir og þau bara hætt að fela sig hinn ríku. Og á maður þá að segja, já það engin munur á vinstri og hægri og þetta hvað maður þá að segja? Ég held að pólitík skiptir ekki máli, að maður að leggja niður stéttabaráttuna, hvað það að leggja til? Nei, ég held að ekki leggja niður stéttabaráttuna, en það náttúrulega felur ekkert í sinnum bara, þú veist, en þetta aðalega, þú veist, að fólk verður náttúrulega sækja sér veðrið í byltingunni, það verður að vera, þú veist, þetta verður að vera radikal barátta. Þú veist, þetta samtal, sko... Sem Árni Pétur var að mæla fyrir. Já. Húsfundurinn. Vist, ég veit ekki með þetta samtal. Þið verðið að finna út úr þessu. Já. Húsfundurinn, já. Samtalið. Já. Já, ég meina, þú veist, og sagði að vilja ekki mæta húsfundurinn. Það í raun og veru, þú veist, allt mengað af þessu lobbyisma sem rekin af auðvaldinu. Þú veist, allt litað á honum, sko. Þú veist, það er ekki bara þú veist, stjórnmálasamtök eða þú veist, það eru stofnanir, það eru þú veist, allt kerfið algjörlega samansúrrað af eignarhaldi þeirra sem sko peningavaldsins. Má ég aðeins, ég ætla að leggja aðeins inn, svo skal ég bara hlusta okkur. Að þið vorum að tala húsfélagið. Ég hef oft heyrt í fólki vera að tala að þú veist að það bara meikar ekki pólitík, að fólk að rífast eitthvað svona, hvað ekki að rífast í vinnunni minni og það bara allir góðir og við erum í húsfélaginu, höldum fund og það bara allir mjög almennilegir og svo maður bara að horfa á eitthvað kastljós eða eitthvað umræði þátt og þá bara fólk að rífast eins og saka hvort annað að bara alltaf stefna framtíð þjóðarinnar í voða og eitthvað, hvað rugl þetta? Og þá ég að velta verið með, ekki vandi sá að við erum bara orðin óvanið að tala saman út frá ólíkum hagsmunum og höldum að samfélagið sé eitthvað húsfélag. En í húsfélaginu sem samfélagið þá einn gaur sem á allar hæðirnar sko frá þriðju hæð og upp úr og það hellinga fólki sem býr niður í kjallara og hefur engin völd og þegar haldin húsfundur í því húsfélagi hvað á hann að snúast? Hann á að snúast að fólki í kjallarann segir, heyrðu skilaðu hæðunum þarna frá hæð 3 og upp í sko 36. Skilaði því núna. Húsfundur að vera það og þetta sá húsfundur ekkert svona huggulegt spjall í lyftunni eins og þið dreymir að samfélagið sé. Ég held að það sé aðeins og rómatík. Ég til dæmis stutti, mér fannst þetta rosa talandi kvennalistan. Það töluði mikið samtalið. Bjarni Ben var ekki á fundinum sko. Nei, hann var ekki á fundinum og það töluði það að sko setjast og ræða málin. Og mér fannst þetta mjög spennandi þessi hugmyndafræði. Já, mér finnst það líka, ég myndi aldrei segja skil við samræðina aldrei nokkuð. En má ég segja eitt sko, því ég alin upp í nýfrjálshyggju bara, fædd svona mid-70s og bara alin upp af einstæðri móður í 2 störfum venjulega, stundum 3 sem var, þú veist, það var engin tími af því það sem kapitalismin tekur frá þér sko, það er tíminn, þannig að það var engin tími aldrei til að tala neitt stjórnmál í einhverju öðru samhengi annað en bara vera algjörlega buguð og slitin að vinnu. Þannig að í mínum sko huga, þú veist, þetta með að vilja ekki sækja fram gegn þessu auðvaldi, að þá held ég að það þurfi sko að ná svolítið aftur sko samtalinu við þau sem eru svona dofin sko í húsfélaginu, sem eru svona eins og ég, hlýtur að vera, sem að hafa bara einhvern veginn fengið það einhvern veginn sko matreitt onni sig, að það sé ekkert til þess að hafa áhyggjur af. Hér sé allt bara, það allt í lagi á þessu heimili, það ekkert að á þessu heimili og ef það ekkert að á þessu heimili þá þarf það ekki að ræða neitt. Og þannig að blokkarsamlíkingin sko með gaurinn sem á fleiri íbúðir en hann getur búið í, mér finnst þetta bara mjög góð samlíking. En ég ætla líka að segja sko að við sem hefum fengið bara algjört nóg af þessu, að við mætum náttúrulega bara okkar eigin fundi. Það eru mótmælin, það eru mótmælin fyrir framan ráðherrabústaðinn, það okkar eigin fundur. Við mótmælum niður á Austurvelli, það okkar eigin fundur. Það ekki fundur sem skipulagður af þessu mölbrotna fulltrúalýðræði. Við höngum ekki í samráðsgáttinni. Nei, við höngum ekki í samráðsgáttinni sko, en svo höfum við náttúrulega séð alveg rosalegar afleiðingar af því þegar fólk ákveður að halda sína eigin fundi þegar fulltrúar þess lýðræði sem að það hefur kosið velur að hlusta ekki á þau. Það sem að lögreglan dregur þau eftir götunni fyrir tóman ráðherrabíl, ég meina þessi sko sena, hún náttúrulega algjörlega bara út úr kú. Þú veist, og ég meina þetta í alveg svona beinu samhengi við það bara hvort það sé lengur eitthvað vinstri eða hægri hér bara eitthvað svona ógeðislegur fasismi sem hvorki til vinstri eða hægri, þetta bara ógeðislegur fasismi sem að rísa upp
og birtist bara í alls konar, birtist í því sem við vorum að ræða hérna áðan, bara Evrópusambandið og Schengen og landamæri og eftirlit og svona lögreglu og hervæðingu. Það sem fólki talin trúum líka, að það sé sko algjörlega örugt hér vegna þess að skríllinn og hyskið, þeir munu sjá það. Já, en það sem ég kannski meira kalla eftir það svona breiðfylking í raun og veru. Breiðfylkingin á Austurvelli, hún svo sannarlega ekki á Alþingi. Það ekki breiðfylking, það vantar fullt af fólki þarna. Það fullt af fólki, ég meina, ég get sagt þér á Ráðherrabústaðnum, þar mættir sko, þegar við vorum þar í vetur að mótmæla, að þá voru þar mættir opinberir starfsmenn með sveigjanlegan vinnutíma, fólk bara á öllum aldri, þar var mætt fólk sem var í fæðingarorlofi, ungt fólk með börn, þar voru mættir lífeyrisþegar og það eru alls konar lífeyrisþegar, það geta verið öryrkjar, það geta verið eldri borgarar, you name it sko. Nei, það sem ég kannski aðeins að venda á sko, að mér hefur fundist, það sekterianismið, að hérna erum við og þetta er okkar kenning, þetta er okkar hugsjón, ok, það þýðir þarna en þeir eru ekki alveg með sömu hugsjónu við. Þá finnir ég þeir bara éta þessum út í frís. En Palestína, en það sem svo magnað í Palestínu, og það kom líka fram núna í London á þessari sósíalísku baráttuhátíð sem við vorum á, að það sem Palestína gerir að hún sameinar rosalega marga ólíka hópa. Já, ég sammála því. Þú veist, og það það sem svo flott að sjá þarna hjá þeim. Eins og Víetnamstríðið gerði á sinni. Já, þau töluðu reyndar það, þetta bara Víetnamstríðið okkar tíma, að þarna geta mjög margir ólíkir hópar komið saman og staðið með fólki sem verið að murka lífið úr, vegna þess að hver verður næst í röðinni, þessum hátækni þróun á hergagnabúnaði verður ekki pakka saman bara og hætt að framleiða. Þessum búnaðir eins og hann Ghassan Abu Sitta sagði, hann talaði á lokakvöldinu, skurðlæknir frá Palestínu og svo sá ég hann nýorðin rektor Glasgow háskóla, ekki það kom málinu við, en hann sem sagt talaði það, ég meina það sem vopnum verður beitt næst, verður einmitt sko sunnan við miðbaug og það verður bara Bangladesh, fleiri lönd þar í kring, þau eru næstu þjóðir sem að skilgreina þjóðarbrot sín þannig að einhver þeirra séu svona surplus population, eitthvað fólk þarna sem óþarfi, eitthvað fólk sem gengur á hlut annara, þú veist, eignar hlut annara. Og þannig dregur þessar línur. Já. Og þess vegna náttúrulega er þessi barátta fyrir frjálsri Palestínu, hún er grundvallaratriði. Hún er algjört grundvallaratriði að því það verður ekki staldrað þarna við. Þú veist, Gaza er bara tilraunastöð, einmitt eins og þú segir, fyrir vopn sem verið að hanna og líka í sambandi við siðferði, því maður talar oft að þú veist að það hefur orðið algjört siðferðishrun og það er sannarlega þannig þegar þú horfir upp á í 9 mánuði lífið murkað bókstaflega þegar Bandaríkin keyra áfram þetta þjóðarmorð og murka lífið úr 40.000 manneskjum, þú veist það er 16.000 börnum og þú heldur áfram að horfa á það og þú heldur áfram að horfa á það og þú heldur áfram að horfa á það, þá getum við ekki verið að tala um eitt siðferði. Þú veist, það er engin mórall í heimi sem að leyfir þetta. Þess vegna er þetta grundvallaratriði. Palestína er algjört grundvallaratriði fyrir alla aðra baráttu. Og þetta er ekkert róttækt sem að Magga þín að segja. Þetta er í alþjóðalögum að ef það eru þjóðarmorð í gangi, þá ber hverjum stjórnvöldum, hvaða ríki sem er og hverjum borgara í þessari jarðkringlu að gera allt sem í hans valdi stendur til þess að stoppa það. Já. Þetta er bara í alþjóðalögum. Ég held við getum alveg verið öll sammála það. Og það er ekkert en ég segi samt að Árni Pétur að segja, ég heyri samt alveg það er svolítið rétt, okkur ber öllum að gera það sem okkar valdi stendur, en eftir stendur samt auðvitað spurningin, hvað ber okkur, hvernig er best að gera það er náttúrulega stórkostlegt að vera með fjöldafundi og mótmæla. Það lítur líka að vera gott að ræða málin og þá kemur oft upp kannski ákveðin eins og þú ert að vísi, ákveðin svona núningur bara það, þetta er óþarfið sem þú ert að gera, þetta er ekki nógu gott sem þú ert að gera, þetta er betra sem við erum að gera. Þannig að það er líka rosalega svona, ég veit ekki, við lifa mjög áhugaverða tíma þegar við virkilega þurfum að spyrja okkur hvað er það sem virkar og við þurfum að prófa það. Það þýðir ekki bara að vera að pæla í því, heldur við þurfum að prófa það og reyna það og gera þangað til við finnum að það virkar. En ég meina,
samtal undir þessum kringustæðum, sko. Þetta er bara bannað með alþjóðalögum. Þú bara drepur ekki saklausa borgara í stríð, þetta er ekki eins og stríð, sko. Og þar sem við... Þannig að þú veist, það er mikið af allar alþjóðastofnanir í raun sem bera ábyrgð á því að stoppa þetta hafa marg sannað sig frá því 48 að þær eru gagnslausar og þær eru bara skilin einn, sko. Þannig að það er svolítið hart að tala sko, að fara í samtal á meðan það er verið, ég meina að því það er líka sko í Súdan, það er líka í Kongó, það er bara allstað verið að... Jú, en þannig er náttúrulega, þú veist, merking þess að fara í samtal, náttúrulega þið eru að tala um það í ákveðinu þröngri merkingu, það er að segja vísaði í nefnd sem er vísaði í nefnd sem er vísaði í alþjóðanefnd, svoleiðis samtal, sko, en ég veit ekki, þú ert kannski að tala um samtal eða samræðu, svona annari merkingu bara... Það verður að vera einhver grundvöllur, það er engin grundvöllur fyrir þessu samtali, hann er bara ekki, þú veist, ástandið í heiminum er þannig að þú veist, ég meina að þú tala um kvennalistan, þú veist, hvað gleymdist þar? Þar gleymdist lágstéttin. Það var ekki stjætt, það var ekki, sko, þar voru bara, svona velmegandi, millistjættakonur sem að sameinuðust að stofna þennan lista og voru lágstéttakonur þar með? Nei, sannarlega voru þær ekki þar með, sko. En það er fínt að tala og tala og tala og tala. Það verður að vera eitthvað grundvöllur. Þú veist, við erum að tala um grundvalla mannréttindi sem verið að brjóta og er alveg saman hvað stendur, hvort þú kosin inn í einhverja nefnd hjá Sameinuðu þjóðunum, í hvaða stjórnvaldi sem þú veist, það er alveg sama, þú veist, þú kosin lýðræðislegri kosningu einhvers staðar og þú gerir ekkert, það gerir engin neitt. Enginn gerir neitt. En það er náttúrulega mjög erfitt að fara að gagnrýna, sko, mjög mikilvægt auðvitað, að gagnrýna sem sagt réttindabaráttu fortíðar, eins og þú ert að gagnrýna, en það er náttúrulega frekar samt svona snúið að segja bara það var ekki verið að berjast fyrir neinum nema einhverjum forréttindakonum. Mér finnst það svolítið svona... Það getur verið, mann getur lært af sögunni og það er ekki endilega dómur yfir sögunni. Man horfir yfir eitthvað stjórnmálafl eða eitthvað og maður sér sko hvaða mistök voru gerð. Í því fennst ekki fordæming á fólkinu sem það var. Því að við erum öll sko brisk og erum að taka ákvarðanir inn í hita dagsins og erum bara dæmd til að gera alls konar mistök. En maður getur samt lært af sögunni og hort á það að þarna lá dauði kvennalistans lá í þessu. Og við verðum að passa okkur að endurtaka það ekki. Ég er ekki að fordæma kvennalistan per se. Ég bara segja það sem ég er að segja er að, þú veist, og allt hefur, þú veist, sinn tíma, allt er, skilur, ég menna við lifum á þannig tímum einmitt núna að þetta samtal er bara meiningalust. Þú veist, og svo barátta, ég menna... Akkur ertu þá hér í þessum sumarþætti? Er þetta ekki samtal? Jú, ég menna, ég vön að vinna sem skemmtikraftur og segja oft bara, já, ekki bara... Hressa hjólinu. Þannig að þú trúir ekki neitt á það, skiptir engu máli. Hvað þú segir og... Þeir voru í samtali bara í marga daga í einhverju barsískri ráðstefnu í endalausri fokking samtali. Já, og ég segi líka, og þú veist, einmitt nákvæmlega, ég gekk út af einu fyrirlestrinum þar vegna þess að ég einmitt fekk á tilfinninguna að þetta dans, samtal, Satan, við erum búin að hann. Já, það væri orðin okkar sófi. Talandi að, þú veist, maður er búin að vera að tala um að allt þetta fólk sem þú situr alltaf heima í sófa og meðan aðri mótmæla. Þú veist, svo komist við á þann stað að samtalið er orðin okkar sófi og ég er algjörlega sammála því að, þú veist, við þurfum að flytja radikalið á enn annars. En geta mótmæli ekki líka orðið ykkar sófi bara, líka okkar sófi? Jú, það verður það. Já. Þú veist, það kemur alltaf lögutum og það er alltaf lögutum. En hins vegar hafa mótmæli einhvern veginn þann slagkraft að kannski það bætist í hópin, það, þú veist, einhver málstaður verður, þú veist, fólk í hjartfólkin og mótmæli eru náttúrulega ekkert, skilur, þú veist, til annars, og ég meina við vitum það, íslensk þjóðarsal er náttúrulega ansi svona, seiglugenið er ansi sterkt í okkur og við erum svona seinþreytt vandræða og dálítið löt líka. Þú veist, það tók okkur dálítið marga mánuði þangað til að í búsáhaldabyltingunni, þangað til að eitthvað hlutundi fór að gerast. Það var ekki fyrir í janúar sem að, þú veist, allt í einu gerðist eitthvað. Það var nú ekki félag útkoman úr því.
Nei, það var ekki félag út af því og þá má kannski segja að maður sko sýnir því ákveðin skilning að fólk ímyndir sér að það sé bara ekki takt að gera. Nei, ég er ekki að segja það, ég bara minn á það var nú ekki glæsilegt sem tók við. Nei, ég segi þú veist og þá fer eitthvað í gang sko, einhver svona sýndarmennska eins og þjóðaratkvæðagreiðsla nýja stjórnarskrá sem að náttúrulega bara, þú veist, ég held að bara nágrannar okkar í Valhöll sé ennþá að hlæja, skilur. En er ekki svolítið verið að tala um tvennt hérna sko, ég meina, ég skil allavega Árna þannig að hann sé að tala um svona samtal kannski á þessu pólitíska spektrumi kannski segi fyrir sér flokk eins og verkamannaflokkin breska sem getur rúmast innan kommunistar og... Það gerði það ekki sko, því að núverandi rík... Já, en ég meina að gerði það lengi vel. Takið út alltaf sósíalist út úr flokknum. Já, en gerði það lengi vel, það var lengi vel þannig. Það var mikil átökin í flokknum. Já, og hellings átök, það er allt í lagi þó séu átökin á flokka. Það var ekki samtal, það voru átök. Já, það er allt í lagi, það þarf ekki alltaf að vera í einhverju harmoníu með það sko. En sko, svo er annað sem engar málamiðlanir til eins og þetta þjóðamorð og ég meina ég man nú ekki hvað þingmaður það var sem var daginn sko sem sagði eitthvað þá drápu Ísraelsmenn 200 á einu bretti eða 210 og þá sagði einhver þingmaður hér íslenskur já þarna var nú kannski farið yfir strikið eins og sé eitthvað strik sko ég er ekkert sko, ég sé einhvern veginn ekkert sko hernað endilega og svona morð og pyntingar eitthvað eftir einhverjum þjóðum eða málstöðum eða eitthvað, ég er bara óbeit á manndrápum og mér finnst bara þessi gegndarlausu manndráp allstaðar og þetta er bara eitt ógeð einhvern veginn og þetta sé einhver lausn eða hvað er í gangi og maður bara skilur það ekki og ég viðurkenni það, ég skilur það ekki en aftur að því sem þú spurðir áðan sko, ég taldi mig nú ekki að hafa afsagt hægri og vinstri og geri það ekki sko og ég tel til dæmis margt því sem að mætti færa upp á slíka baráttu er kannski barátta bara ákveðna þætti hér innanlands sem er einhvern veginn búið sem blerismin sem gekk bara í fangið á nýfrjálshyggjunni samþykkt og bugtaði svo og beygði fyrir allt það sem búið að útvista hjá hennu opinbera, allt það sem gert í þrifum, við sáum núna einhver þrifadæmi í þjóðarbókhlöðinni, það er nú ekki að minnast á það, sjáu þið ruslaðinaðin á Íslandi. Þetta er bara þessi amerísk mafíustarfsemi. Þetta er stórgróða brall og hefur ekki neitt eða mjög lítið með umhverfisvernda sjónarmið að gera. Þetta er gróða brall. Við þurfum að borga fyrir að fara með ruslið til þeirra og þeir taka ruslið okkar og selja það. Og til dæmis í því samhengi, af hverju er ekki sorphreinsun bara á forræði hins opinbera? Af hverju er einhverjir fakírar í því með fullan kjaftina gulli að vasast í ruslin? Hvenær var það eitthvað náttúrulögmál? Og þannig það er alltaf svona póstum. Það er engin flokkur á þingi sem er best gegn þessu. Nei, þarna þarf að fara að taka tilbaka hlutina aftur. Og þar sé ég einmitt þessa baráttu vinstri hægri í fullu gildi. Það er búið að telja fólki trúa það og það er orðið einhver svona möntur sem eru svo innihaldslausar að það er bara hlægilegt. Þessi mantra sem við heyrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins fara með og ég vil þingmenn annarra flokka, ríkið ekki vera að vasast í einhverju sem að einstaklingurinn geti gert betur. Sko ég sagði ekki það því af hverju má ekki ríkið vera með bakari? Af hverju má ekki borgin vera með tannlæknastofu? Þú veist hvað... Það var þannig. Þú veist, þetta er allt orðið, það er bara allir eins og bara gangandi sauðir bara og nikka höfðin yfir þessu. Þetta vinstra og hægri, að því að við erum að tala það, að sósíalistar í borginni hafa slagt til að verði stofnað byggingafélag Reykjavíkur. Að því að augljóst að markaðurinn er ekki að leysa húsnæðisvanda fátæksfólks og ekki einu sinni ungsfólks og ekki einu sinni bara millitekjufólks og eiginlega engis. Þannig við skulum bara stofna byggingafélag og byrja að byggja. Þau hafa verið reynt að hlæja þau út af fundum og fyrirlitningin sem þau hafa fengið yfir sig frá Samfylkingunni og frá VG og flokkum og meira segja Framsóknarflokknum sem ætti að bara samvinnufélag og við byggjum hérna saman.
Þetta bara þessi hugsun að við, sem almenningur, ekki ríkikallinn, getum gert eitthvað. Hún bara dauð út úr íslenskri pólitík, nema náttúrulega sömurflokkum. Og svo ég kláraði þetta með þessi ruslamál til dæmis. Þau eru bara svona klassískt dæmi. Síðan ég skrifaði nú eitthvað komment, minni mig held ég hjá Steinun Ólínu daginn. Sko, ég tel það móðgun við fólk sem ávalla til hnífs eða skeiðar að vera að raða upp 4 ruslatönnum fyrir utan heima hjá því. Þetta ekta svona gæluverkefni, eitthvað svona millistéttar, eitthvað miðjumóðs fólks að sko þú átt að flokka, þú átt að tína í sundur ykkur að skýrdollur og þú átt að setja það þarna og þarna hitt þetta og það alumín með þessu og það plastappi hérna. En það allt þetta fólki sem á ekkert fyrir mat. En það á að hérna þú upp skýrdásuna það á að sortera þetta allt saman. Þetta kostar allt peninga. Við flytjum hins vegar svo ruslið flutt úr landi, brent í fullkomnum sorpbrennslustöðum í Stokkólmi og Guðmávita hvar, Danmörku einhver staðar. En við gerum þetta ekki hér. Hérna ætti náttúrulega hið opinbera að vera með svona sorpbrennslustöð, nota hana til að kynda heitt vatn. Hér lokum við öllum sundlaugum og öllu ef það 15 stiga frost 3 daga í röð. Þá neyðarástand, en á meðan þá rennur endalaust heitt vatn í einhver baðlón. Það 1 baðlón á hverja 10 ferðamenn. Þú veist, þetta allt einhver vitfyrring, sko. Þetta alræði auðvaldsins. Já, þetta alræði auðvaldsins. Og þess vegna til vinstri hægri í fullu gildi. En við getum ekki gert að því að þeir sem voru töldu sig vera vinstri eða kjöftuðu sig inn á það að vera vinstri eða hvað það var, hafa þetta svona runnið bara yfir á hinna síðuna. Það eyðileggur ekki hægri vinstri. Getur þið sett í stjórnarskrá að segja, sko, takmark fyrir því hvað mátt vera ríkur? Við getum allt verið fullvalda. Já, það sko, ríka fólki að fara með heiminn algjörlega. Það hættulegasta fólki. Ungir karlmenn og giftir karlmenn og ríkt fólk. Þetta hættulegasta fólki í heimi. Þetta hættulegasta dýrið. Roosevelt lagði til 100% skatt. Hver? Roosevelt sem að... Já. Og við 100% skatt. Það var út af þessu. En það þetta rosalega. Það endaði eitthvað í 96% skatti efsta þrepið. En nú þetta dálítið komist sem þú lýsir og það var nú gert bara grínaði í áramótasköpunni, þetta með ruslaflokkunina. Hvað nú erum við það eru listamenn og blaðamenn og fræðifólk. Hvað geta nú, talandi það, hvað hægt að gera? Þú ert með þetta leikrit hommaleikrit kallar þú það, ég vil því miður ekki sé það. Og svo hættulegt það að þú getur ekki fara með það til Teheran. Mörglönd. Það með því það kraftur í því. Já, það bara mín pólitíska aðferð til að breyta heiminum. Já, þannig að þú trúir á listina þá í þessari viðleitni okkar til að sýna einhverja andspyrnu. Já og nei, stundu segja að listin hafi engin pólitíska áhrif en ég held það, já. Brecht sagðist hafa komist að því að hún hefði það ekki. Já, þetta umræða alveg. En nei, ég held það, já. Það kannski mistókst Brecht bara. Það gammalt frasi sem að mér var kenndur eins og þú losnar ekki að vaska upp með að gera það illa. Nei. Þannig að ef það tekst ekki hjá þér á bara... En þú veist, hann taldi það þetta, sín stóra tilraun hefði sannað að... Sko ég fór að sjá Brecht sýningu frá Berliner Ensemble sem var þetta fínast af öllu og góða sálum frá Szechuan. Sá hann í Kaupmannahöfn í risastóri svona sal. Þar var drottningin mætt og allt fyrir fólkið og klappaði og hrópaði húrra og ég hugsaði, já, ok, þetta er Brecht í dag. Akkurat. Var þetta ekki snargelt, sko. Já, en þótt að drottningin mætti, þá var ekki þar með þetta listin sé... Nei, þetta var snargelt sýning, þetta var bara... þetta var bara... En samt dæmi að sko kapitalismin næra að temja allt. Já, það er alveg sama hvað það er. Það getur selt andofi gegn sér. Já. Og náttúrulega kapitalismin hefur yfirtekið allar auðlindir, en líka þennan andlega auð. Já. En einhvers staðar viðspyrnan samt möguleg. Á mismunandi stöðum. Á mismunandi stöðum. Og það sem ég er alltaf að reyna að koma að, þú veist, það er mismunandi aðferð og við þurfum bara að finna saman sameiginlegan grundvöll. Og að því, sko, ég hélt
til dæmis í Víetnamstríðinu og í hippatímabilinu hélt ég að heimurinn myndi breytast. Ég var alveg sannfærður það myndi breytast, þú veist, og við gefum bara alþingismönnum melli stig, þá myndi alltaf bara sjá sannleikann. Og þetta er búið að vera svo lengi, en það er alltaf bakslag, það er alltaf, og það er það sem ég var svolítið pirraður á, að það virðist einhvern veginn vera að við getum ekki einhvern veginn sameinast. Og þú veist, það er alltaf græðgin, sko. Já, það er sko Græðgin er sko sterkar en allt allir stig, sko. Já, en það er líka sko við sem viljum betra og fallegra líf, það er svo erfitt fyrir okkur að sameinast, og það sem er alltaf meira og meira sko, sem ég er að gera meira og meira ljóst, að það er sko það var einhvern veginn sem ég spurði vinkona mína sem var gyðingur, af hverju var okkur svona illa, þú veist, við erum gyðinga. Hún sagði vegna þess að við erum næstu eins, við erum bara afbrigðileg, gyðingar eru afbrigðileg, við erum næstu eins og kristna fólki, en við erum pínlítið öðruvísi. Það er allt annað þegar hann er múminnstrúa, það er allt annað, eða búddatrúa, það er allt annað, en þetta er svona eins og perversjón. Já, það er svona eins og, það var einhver rabbini sem var að lýsa í hvernig síónisminn var til, og það er vegna þess að, allavega hans sögn, einmitt varð til út af þessu, vegna þess að síónistarnir töldu það að gyðingarnir eru þú veist það sem sagt Guðs útvalda þjóð, að þeir eru bara verkamenn í vingari drottins, lifi í synd, henni stöðugu synd, sko, þar sem þeir eru alltaf ávinna sér the holy land, hina heilagu jörð, en þeir hafa engan, sko, þeir þurfa heilt æviskeið til þess að mögulega aðlast það. Ég meina þannig að þetta er sko, og þeim fannst þess að síónistum þeir vildu, það var eitthvað svona ákveðin hópur af síónistum, gyðingur segir fyrir ekki, sem að þótti einmitt gyðingarnir bara að vera einhvern veginn lágkurulegir, og þeir voru asnalegir, og þeir hugsaðu ekki neitt nema menntun og að breiða út fagnaðarerindið og svoleiðis, sko, og virtust ekki hafa neina svona reisn í henni svona, þú veist, það sem við köllum veraldlegu samhengi, og því vildu þeir breyta. Þeir vildu verða eins og hinnir. Já, það er eitthvað sko, það er eins og við vitum þegar sko kommunistar voru að kála anarkistum í borgarastríðinu, í spænska borgarastríðinu, eða þú veist þetta sem kom upp í, þegar kommunismin kom í Sovétríkjunum, og það fóru að koma alls konar þeir fóru að kála hver öðrum, að þeir voru aðeins öðruvísi. Sko, sjálfstæðisflokkurinn er bara algjörlega öðruvísi, það er ekki þannig, það er bara ok, en hinn er sko, við erum pínlítið öðruvísi, stundum finnst mér við setja svo rosalega orku í að rakka fólk sem er vinstra megin, eða hvað sem við skallum það, við sjálfstæðisflokkinn, gleymum honum alveg. Hann er stikkfrí. En Árni Pétur, segjum að við erum að greina samfélagið eins og við erum að, við búum í alræði auðvaldsins. Já. Og segjum að ég sé að tala við Krata. Og við erum bara saman á þessu, og við verðum að gera eitthvað í þessu. Já. Og hann segir við verðum að ganga í Evrópusambandið. Já. Það er lausnin. Já. Hvað er ég að gera við það? Það er ekki lausnin, sko. Nei, en það getur bara... Evrópusambandið er bara eitt af tækjum auðvaldsins við að sko brjóta heiminn undir sig. Og hvað eigum við að tala um það? Hvað var fólki í kjallaranum að gera við þetta? Alþýðusambandið var komið á stefnuskrá sína að taka upp Evrópusambandið. Ok, það segir bara, við erum ekki sammála um Evrópusambandið, en getum við verið sammála um eitthvað annað? Nei, þetta er grundvallaratriði. Okay. Segir Kratinn. Já. Þetta er það sem ég legg til borðs. Ég er búin að hugsa þetta og ég held þetta sé að gangi Evrópusambandið og taka upp evru. Þá munu allt í einu bara vextinni munu falla auðvaldi verður gott, auðvaldi í útlöndum er svo gott, vandamál okkar er bara íslenska auðvaldi sem er svo plebbist og vont. Þannig að við fáum bara gott auðvald, getur kannski komið Danske Bank sem er sko dæmdur fyrir sko peningaþvætti og að styðja glæpamenn út allan heim. Við getum fengið hann hingað inn og þá verður allt gott. Hvað er að gera í þessu? Afvegulegandi fróða. Ég segi bara endurheimta samræðunar, sko, mátt samræðunar, að því að hérna þarf bara að ræða þarf bara að ræða meira og lengur saman og bara afgreiða
Evrópusambandi, við höfum aldrei náð að afgreiða og fara raunverulega almennilega í gegnum Evrópusambandi og þá áttar maður því að fólk getur bara valið hvað Evrópusambandi er að tala Ég reyna að lýsa svona eins og ég upplifa Evrópusambandi núna og hvaða stjórnmálaöfl er að ná völdum í Evrópu, í Frakklandi, Hollandi, líklega í Þýskalandi bráðum, búin að ná Ítalíu og og þar hundi göttunum og þetta er fólki sem mun stýra Evrópusambandinu. Og ég er að tala um það Evrópusambandi, ég er að tala um orkustefnu Evrópusambandsins sem að hérna var hlegið af fólkinu sem var móti orkupakkanum. Orkustefnu Evrópusambandsins bjóð til eina stórkostlegustu lífskjara krísu sem hefur dunið á Evrópu og getur af sér vöxtlu penni í Frakklandi og það má ekki ræða um það því að Evrópusambandi á að vera einhvern veginn eins og maður sé að tala við ég veit ekki bara einhverja klerka á myrkum miðöldum það má ekki hallmæla kirkjunni. En svo fattar maður sem hann er ekki að tala um Evrópusambandið sem ég sé. Hann er að tala um svona hugsjón sem Evrópusambandið var kannski svona 87, 89 og hann gengur bara með hann í hausnum eins og Evrópusambandið sé það að þetta sé til þess að leiða saman fólk að við getum lifað í friði þetta sé bara sterkasta baráttatæki almennings fyrir réttindu sínum að þetta mun lyfta öllum lífskjörum og við horfum að byttu þetta var tæki til þess að ná fólkin í Austur-Evrópu til þess að kæmu og myndi þrælka hérna í vestrinu, til þess að halda laununum okkur niðri, til þess að halda fólkinu í kjallaranum, bara að loka niður í kjallaranum og hvernig ég geta að tala við hennar mann sem hann bara getur ekki horst, hann getur ekki endurskoða draum sinn, þannig svo bara þetta er sama að tala við fólki í sjálfstæðarflokknum sem að tala alltaf um sjálfstæðisstefnuna, viti hvað það er. Það verður enginn veit ekki hvað það er. En það á að vera eitthvað sem að yfirtrompar allt eitthvað svona... Stétt með stétt og eitthvað sem er bara óskiljanlegt rugl. Litli maðurinn sem að kaupir sér skóbúð og verður með hann á hverfisgötunni og fjölskyldan hans dafnar á þeirri skóbúð. En við höfum ekki þannig. Annarkvort vísar honum bara út eða hérna... Það er nú ekki hægt að saka mig um það, ég er alltaf að taka þetta fólki. Nei, ég er að segja það, eða ræðir við hann, já. Ég er alltaf. En það var í 10 fréttum í morgun. Ég er stundum að bugast yfir þessu. Í 10 fréttum í morgun, þá var heyrðu það frétt Evrópusambandið. Þar sem var eitthvað verið að Evrópudómstóllinn dæmdi, held ég, Evrópusambandið, nú er ég ekki best svona endur segja fréttir, en staðreyndir málsins, það var eitthvað varandi það að upplýsingar bóluefnið, þeim hefði verið eytt. Hvað segirðu? Já, við kannski ræðum þetta síðar. Ef ég er eina sem hefur heyrt þetta, þá, mér fannst þetta nú eitthvað svona... Nei, ég segi bara... Nei, mér dreymdi þetta ekki, ég heyrði þetta, en við ræðum þetta síðar. Er þetta jafn skýrt í hugaður og dansbjarnar Ben? Þetta er svona álíka skýrleiki og nei, þetta var svona frekar En það sem ég er að tala um er samt svona alvarlegt. Það getur verið að við höfum ekki lengi haft þetta samtal sem að þú saknar. Að þegar við erum að reyna að endurvekja það, þá lendir maður í því að, þú veist, ok, við viljum tala saman, en grundvöllurinn á því sem við erum að tala saman, hann er bara óljós. Er þjóðarmorð í Palestínu eða ekki? Er arðrán til? Ég meina samræði er ekkert eitthvað auðvelt. Er kapitalismi það að auðvaldið þá sem á auðin ræður öllu eða er kapitalismin eitthvað svona hugmyndum að skóbúðamaðurinn, hann geti stofnað skóbúð? Og ég segi nei, það er sósíalismi, hann vinnur á sjálfum sér. En ég er heimspekimennt og ég man á tímabili þá var talað um að það væri svo vinsælt, núna væri það eiginlega bara mjög praktísk að stúdera heimspeki að því að heimspekingar eru svo eftirsóttir í að leiða samræðuna því þetta er svona uppbyrðið frá Sókratesi sem er að leiða út á strætum að leiða samræðuna. Ég segi stundum Íslendingar, við kunnum ekki að rífast. Ég kann ekki að rífast. Ef þú ert ekki sammála mér, þá pæli ég hvernig ég að drepa þig og fjölskyldunni líka. Bara mjög fljótt. Ég bý með ekki gera reiðan. Já, ég bý með Portugala og honum finnst alveg eðlilegasti hlutur í heima að rífast. Hann rífst við vinni sína og svo er hann kannski búinn að rífast og ég hugsa bara hvernig ég á kálunum og hans fjölskyldu og hann kemur alltaf á netið og segir, sjáðu, þetta er opaslega skemmtileg mynd af einhverjum asna hérna í Alentejo og ég bara, maðurinn fáviti, hvernig ég að pæli hvernig ég á kálunum. Þannig ég verði að segja fyrirgefum mjög fljótt vegna þess að við lærum ekki að vera ósammála. Við erum ekki með þess að heimspekilega... Nei, ég segi svo eru bara heimspekingarnir en þeir eru ekkert neitt í neinum störfum og það er ekkert óskað eftir núna í starfslýsingum er aldrei óskað eftir heimspekingum eða svona einhverjum sem kann að leiða þessa samræðu. Þannig að ég held að raunverulega mín trú verður alltaf meiri og meiri á
á samræðinu. Nei, á samræðinu. Á samræðinu. Mjög dreymir að sé í fulli Laugardalshöll, það er einhver erfiðleikar á vellinum, liggur við að segja slagsmál og þá komir rödd sem segir, er einhver heimsbyggingur í húsinu? Já, ég held að við þurfum að svona aðeins að læra að hlusta hvort annað. Ef þú ert ekki sammála mér, þá ertu óvinur minn. Það er það sem er bara svo sterkt í okkur, Íslendingum. Ég held líka að við þurfum að viðurkenna, það finnst mér oft ein mesta meinsemdin í nútíma umræða. Menn viðurkenna ekki að þeir eru samsettir úr mörgum furðulegum hlutum, og þeir hafa alveg kontrastruglaða skoðanir. Til dæmis, ég er ekkert sérstaklega rétt á móti hvalveiðum. Mér finnst í rauninni alveg sjálfsagt að veiða hval. Ég hef mjög gaman að nauta þetta. Já, Guðmundur, farðu út. Já, ég hef mjög gaman að nauta þetta. Svo er þetta ekki naut, býst ég við. Nei, en ég meina, þú veist, en að því ég hef einhverja tiltekna pólitíska skoðanir í svona mörgum svona mainstream málum, þá á ég ekki að hafa þessar skoðanir. Þú átt að vera á móti hvalveiðum, þér á að þykja að nauta, þetta er viðurstyggilegt. En þú veist, ég er bara óvart þannig að ég er allavegna. Guðmundur, er ekki flesti svona? Þetta er svona, ég veit þetta er ábyrgandi einhver træbalismi, allir þurfa að hafa sömu skoðun. Það þarf að gangast við því. Og get ekki verið í sama félagi, af því ég get ekki verið í félagi þar sem að þú lyktar af hvalkjötsáti. Ég held þetta sé ekki algengt, Ég held þetta sé að það er bara einhver svona hópur sem var svolítið fyrirferðarmikill á tímabili í íslensku samfélagi og bara í samfélagi heiminum. Ég held þetta sé ekki upplifun svona venjulegs fólks. Hvað er ekki upplifun? Að maður verði, ef ég er í einhverju félagi, að þá verði allir að hafa sömu skoðun á öllum hlutum. Nei, kannski ekki, en ég er samt sammálaður. En svo í þjóðfélagsumræðunni þessari eins og Facebook og þetta, það sem er nú aðalsuðupotturinn, þá er allt fullt af fólki sem virðist hafa verið bara búið til eftir einhverju reglustiku. Það hefur einhverja ákveðna skoðun sem rímar við einhvern flokk eða eitthvað í öllum málum. En er þetta ekki svona ángi af svona divide and rule, Þú veist, það er búið að skilyrða okkur til að halda við eigum að halda. Að þú ættir ekki að fíla hvalveiðar. Já, þú veist, ég er engin pró-hvalveiðumæður, þetta er ekkert sem, og þá lendir þú í vandræði með þig. En þú kemst, þetta er náttúrulega ákveð, þarna myndi heimsbyggingurinn, Sókrates, myndi leiða þig í gegnum mótsagninnar, því það var alltaf byrjað á mótsagnunum og við erum alltaf í mótsagnunum, myndi leiða þig að komast að því til þess að ef þú ert vinstrimaður, sem hún sagðir kannski fyrir þættinum, og ef þú samþykkir það að vinstristefnan snúist að vinna gegn þeim sem eru með yfirgang yfir auðlendir, litla mannin og dýrin hugsanlega, þá mundur þú sjá að hvalveiðar eru bara stundaðar af einhverju ríkisbubba fyrirtæki, setja mannin ofar dýrinu, þannig að þá myndir þú svona sjáðu hvað þetta, það myndi bara skoða þetta hljómaði svona endurmettunar búðir Pol Pot. Sjáu þig. En á meðan allar þessar samræður fara, á meðan fólk er leitt saman, þú veist í þessum mótsögnum, á meðan allar þessar samræður fara fram, þá er bara verið að drepa lítil börn. Hvað held að það dáið mörg börn á meðan við erum búin að setja hérna? Já, hvað veist þú? Ég meina, það er bara ekki, það er það sem ég er að tala um, ég ætla ekki að, við þurfum að fara off mic, ef þú vilt vita hvað ég vil gera. En þú veist, þetta er bara ekki boðlegt, þess að, þú veist, þetta, við lifum við þannig ástand. Magastína, eitt útilokar ekki annað, við getum rætt máli, friðsamlega. Og þá kannski bara verða að vera fyrir einhverja, þú veist, að vera út í frímínútum og spjalla saman, en þú veist, á meðan, þú veist, við verðum að finna út úr því hvernig til dæmis hægt er að stoppa það sem er að gerast. Það er ekki alþjóðastofnanir eða stjórnmálaflokkar eða þú veist, hvaða nafnir sem þeir nefnast, þrátt fyrir öll sín samtil, þó það hefur verið stofnuð til þess, nákvæmlega til þess að koma í veg fyrir að þjóðarmorð yrði nokkuð tíma fram með aftur. Þetta er allt gagnslaust kjaftæði. Já, og þá náttúrulega stutt í að þú tækjur í briffilinn og það hefur alltaf verið þannig. Það er bara löngsaga þess. Ég væri að glíma þarna við því. Já. Þannig að við erum, það er gamalt frasi sem segir það að óþolumæði breytir sósíalista í annarvegar krata sem að vill hafa samræður við alla eða terrorista sem að vill sprengja alltaf mann upp. Ég hvet til þolinmæði. Má ég aðeins hérna með þetta hvalveiðimál, þó ég vil nú ekki vera hérna, það sýnir hversu vinstri menn eða svo kallaði vinstri menn eru ofurseldir kapítalískri hugsun og búið að taka alveg bara og hræri heilanum á þeim. Það er þegar það hafi verið að koma sem rök gegn hvalveiðum
að Kristján Loftsson get ekki selt þetta hvalkjöt. Mér svolítið strullu saman það hvort Kristján Loftsson getur selt hvalkjöt, en þá það einhverju, þá það rök í málinu. Já, það alveg. Það ákveðin rök í þessu. Það til dæmis svona veiðimenn segja oft, þú mátt skjóta dýr, en þú voru að éta það. Já. En ef að maðurinn að skjóta hvali hérna til þess að hlaða upp í einhverju frystikemslum, þá það svona... Já, það er ekki pointið. En tíminn hlaupin frá okkur, ef að svona slá botnin í spjallið og kannski spyrja bara hvað þið ætlaði að gera á þessum drungalega sumadegi. Það sem eftir er. Ég þarf að halda áfram að skipta lög hjá vinni minni sem með Airbnb og ofskaplega óskipulaður og ég finn ekki neitt og gestinir fara að koma. Mér finnst þetta gott skipulag hjá honum að vera með Airbnb, fara sjálfur til Grikklands á leiklistarnáms og hringja í þig. Og hringja mig. Það skipulagið. Það þarf ekki meira skipulag, bara hringja í og svo hóta mér því að ég færi með homasýningunum mína til Teheran ef ég standi mikið nógu vel. Svo getur ímyndar eitthvað sem verra heldur en það sem þú gangi í gegnum í dag. Nei, því að lífmitt þetta lúksus, ég er komin á eftirlaun og að drukna á peningum og komin í tíska því ég er gamalmenni. Þannig ég ætla að gera þetta og svo ætla ég bara að njóta veður, þannig að þetta er dásanlegt veður úti, raki er gott fyrir húðina og það er góðan göngu, það er alls það, moisturizing. Þetta er dásanlegt veður, það er 16 gráðu hiti krakkar. Já. Og ég hugsa alltaf núna síðustu að það er svo mikið hiti út í löndum og rosalega erum við heppin að það skuli vera svona kalt á Íslandi. Það er ekki þægilegt að vera 38 staði hita. Það er ákveðin blessun. Við erum bara algjörlega blessuð. Það er að vera blessaður með að vera í birtu og svala. Það er bara, þetta er algjört fágæti. Trén og gróðurinn er bara, bara hamingjusamur. Já, einmitt. Gróður er ommetinn. Þú ætlar að fara þrengstinn tilbaka? Já, einhvern tímann á eftir, já. Það er nú mosin, mjög fallegur. Þá tek ég í hvort að fjöllin eru farin að minnka þar. Það er búið að flytja eitt fjall út. Það er að kíkja. Og móka, já. Það var eftirlit með því. Auðvaldi mókar í fjöllunum og þið stöllurnar. Já. Ég bara fer í daglaunavinnuna til að standa mig í hringrás launaþrælkunarinnar. Ég er ekki komin eftir laun með alla peningana, sko. Alla peningana? Já. Hápunkturinn á deginum, sko, fyrir utan þennan verður náttúrulega bara að synda terroristan úr mér, sko. Ég var alltaf með einu hvað er þetta ekki sagt, landslagið hefur enga merkingu nema að vita hvað heitir. Landslagið hefur náttúrulega enga merkingu nema að við getum selta fjöllin. Við skulum ekki hafa þetta sem okkar loka orð. Við ætlum að þökkum ykkur kærlega fyrir, Guðmundur, Árni Pétur, Maggastín og Sara. En þú situr aðeins hérna eftir og við tökum Við þökkum fyrir samræðuna. Takk fyrir. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, og við sitjum hérna ennþá við rauðaborðið í þessum hressa sumarþætti okkar og rak á fjörur því að hér eru komnir músíkantar frá Spáni til okkar sem ætla að vera með tónleika hérna í Vorstjörnunni, Bólholti 6 á föstudaginn. Það eru feðgin, frekar en mæðgin er það ekki? Feðgin, ruglast alltaf á þessum. Það er Alma Reik, tónlistakona, söngkona og Jón Sigurður Eyjólfsson sem að þú kallar þig líka, er það ekki svona á Spáni Jón Sinatse? Jú, ég hef farið út í það að ég gefi út 3 bækur á Spáni og notað íslenska nafni mitt og brotið margar tungur í munnum Spánverja og þannig að þá ég fer ekki að bjóða meira upp á það og svo líka getur þetta verið viss lausn út af því að þegar ég kynni mig sem Jón og þegar þau vilja skrifa það þá skrifa alltaf með hái og hái getur komið allstára eftir jóðinu og í lokin og alltaf þarf þetta há að tróða sig. Þannig að Jón Sinatse þýðir Jón
án hás eða ekkert há, Jón með engu hái. Þannig að þetta er svona tvöföld lausn. Þetta er svona, þú ert svona listamaður sem er praktískur líka. Já, maður verður að vera. Í nöfnunum. Og þú ert Alma Reik sem er líka svona kannski praktísk lausn, kemur ekki til af góðu að þurfa að þvælast í föðunöfnunum. Já, einmitt. Ég er Alma Jónsdóttir á Íslandi en ég er Alma Eyjólfsson Duran á Spáni sem er ekki mjög létt fyrir Spánverja að segja og skrifa, þannig að ákveða bara Alma Reik. Og Reik er tilvísun í Reykjavík. Reykjavík, já. Já, það er mjög fallegt nafn, þannig að hérna eru þá, og þið komið og eru þið ekki svona, heitir bandið ykkar eitthvað? Nei, við höfum verið með sko, þannig er málum vexti að hérna, við höfum alltaf verið að spila og syngja saman frá því hún var lítil og hérna, það mátti ekki vera mannamót, þá stökk hún upp á stól og byrjaði að syngja drippiti dropp og allt það, rigning hér og rigning þar og rigning allstaðar og allt þetta. Svo hefur við bara verið að spila saman tvö en nú býr hún í Malaga og ég er búsettur í 200 km fjarlægð þaðan og hún er afskaplega upptekin af söngleikjum og er í mörgum söngleikjum og svo í náminu. Þannig að ég næ ekki mikið á hana en alltaf þegar hún kemur í heimsókn þá læt ég hana stíga á stokk. Og það fer eiginlega, ég hef verið að vinna með mörgum tónlistamennum þar sem ég bý. Þannig að ef fiðluleikarinn er með þá er prógramið kannski meira í tango og meira þetta. Ef við erum tvö þá við verið með Beatla-prógram, heimstónlistarprógram líka. Ef hljónsvitin er þá er eitthvað annað, það er alltaf eitthvað, við höfum ekki geta fest þetta í neitt svona fast form. Og hvaða prógram ætlaði að bjóða upp á föstudaginn? Við erum sérlega heppin á föstudaginn út af því að við verðum með Pétri Valgarð Pétursinni, einum besta gítarleikara landsins sem að bildalingur eins og ég, sem er ekki verra og svo verðum með okkur Ólafur Þór Kristjánsson sem að ættir að rekja vestur líka sem er nú ekki skilyrði til að vera með okkur annars. Þannig að hann er bassaleikari, mjög góður bassaleikari og þetta leyfir okkur að við munum taka smá tango, við munum vera með latín, jazz, Beatlarnir þvælast alltaf inn og svo erum við út af því að í gamla daga, fyrir svona 15-20 árum, þá vorum við Pétur og Óli að spila efni sem ég hafði samið og þá var ég nýkominn frá Grikklandi og tauginn sem toga mann heim vestur í Haga var að toga í mig og ég fór að búa til lög við ljóð Jóns Vör og svo hef ég notast við ljóð fleiri íslenskra skálda og við munum aðeins fara í það. En hvar býr þú sko, þegar þú segir að það sem ég bý, er það ekki upp í fjöllum einhvers staðar? Jú, þetta er þorp sem heitir Alcalá la Real og er ekki langt frá Granada. Þetta er síðasta vígi kristinamanna áður en þeir náðu áður en þeir komu að Granada og felldu Granada sem var síðasta vígi Mára 1492. Þannig að þetta þorp byggðist upp á þessum tíma, þarna var Isabel og Ferdinand í þessu virki sem enn stendur fyrir ofan þorpið að búa sér til atlögu við Granada sem að síðan féll 1492 það sama ár og Kristófer Kolumbus fór til Ameríku. Ég er kennari á Spáni og ég segi alltaf nemendum að Kristófer Kolumbus, hann var engin sérstakur, hann var númer 2. Við víkingarnir vorum búnir að fara þarna og þeir taka þessum bara einhverju gríni og ég þarf að láta því ná í farsímana og fletta þessu upp. Er það ekki Leifur Heppni eða? Jú. Íslendingarnir eru fyrstust til þess að týna Ameríku. Finna hann og týna henni. Já, við veitum ekki hvað, það voru samskipti þarna á milli, það voru jafnvel byggðir, en svo vitum við ekki hvað fór úr skeiðs og hvernig við hurfum þarna af austurströnd Kanada í dag.
Talandi svona landafundi, hverju endaði þú á Spáni? Þetta er hérna, ég ætlaði aldrei til Spánar. Nei. Ég bjó á Grikklandi og þar varð á vegi mínum örlagavaldur mikill sem er spænskt skáld. Dag eitt kemur hann á menningarsetrið þar sem ég er að vinna og hérna er að tína upp úr tösku sinni ljóð sem hann var búinn að prenta á eitthvað svona voða litríka pappíra og ég er skáld sjálfur eða er að setja saman kveðskap sjálfur, þannig að ég segi, hörðu, lestu þetta nú fyrir mig. Og ég var svo hrifinn af, ég skildi ekki orð í spænsku á þessum tíma, ég gæti ekki panta bjór. Og hann les þetta og ég var svo hrifinn af ritmanum, af bara Hrifnendinni, algjörlega. Þannig að ég fór út í það að semja lög við ljóðin hans og við unnum saman hann á Grikklandi og héldum tónleika þar. Og í gegnum þennan mann kynnist ég síðan barnsmóður minni sem er móðir Ölmu. Og þannig þvældist ég til Spánar. Þannig að músíkin í málinu dróðu til Spánar. Og ástin, kannski. Það má segja það. Og í raun ástin á músíkinni og tungumálinu og soldið á konum. Það er til í raun og veru talandum hérna, það er til lag. Hvernig er hann í spænsku? Er hann góður í spænsku? Nær hann músíkinni í spænskunni? Já. Reimurinn er svolítið fyndinn. En já. Vestfiskur. Svolítið, já, hann er mér rosalega góð á spænsku. Hann er skrifa á spænsku líka. Já, hann gefur bækur. Já, þannig að... Já, þannig að þú skrifar orginal á spænsku og gefur út þannig, já. Það er í raun og veru mjög mun auðveldar og einfaldara heldur en að þýða. Ég myndi ekki treysta mér í að þýða bók af íslensku yfir á spænsku. Nei. En að skrifa beint á spænsku er allt annað mál. Þannig að þú hugsar á spænsku? Ég get gert það. Ég reyndar, þetta er mjög skrítið. Ég er náttúrulega að vinna með ensku. Ég er að tala ensku allan daginn. Í kennslunni? Í kennslunni. Og ég tek það mjög alvarlega, þannig ef ég hitti nemendum mínu út á götu þá tala ég við á ensku. Því þú ert að kenna þeim ensku? Já. Þannig að ég tala eiginlega mest ensku. Og það er það sem að trufla mig til dæmis, það er erfiðast við þessi tungumál er að skipta úr einu yfir í annað. Þannig að ef að ég er bara í spænsku geimi þá get ég hljóma ágætlega, allavega er hún ekkert að hlæja mér á meðan. Hvernig gengur þig með íslenskuna? Já, þú er aldrei búið á Íslandi, aldrei átt lögheimili á Íslandi. Þú komið ekki oft. Já, það eru 5 ár síðan ég kom síðast. Og já, ég er samt feimin að íslenskunni minni núna, hún er ekki rosalega góð. En það má hérna við Rauðaborði, það eru margir innflytjendur sem koma hingað og svona brókin íslenska er bara, hún er velkomin. Við fögnum því allir sem reyna að tala íslensku, að þeir eru að viðhalda íslenskunni. Ok, já, ég reyni allavega. Þín er nú ekkert svona, þín er nú ekki brókin. Já, ég er að reyna að tala ekki svona of mikið, svo það sést ekki, en maður tekur eftir því ef ég byrja að tala eins meira. En má ég spyrja bara forvitnisækir hvað þú ert að læra í Malaga? Já, nú kemur, hvernig sem er söngleikja háskóli, er þetta, já. Sagði þetta rétt? Já. Vá, söngleikja háskóli í Malaga? Já. Það er spennandi. Það getur verið doktor í söngleikjum. En já, því að þú talar íslensku, þú er alltaf búið á Spáni. Já. Ertu Íslendingur? Já. En þú, Jón, ertu Spánverji? Nei. Bara alls ekki? Alls ekki. Hún er með 2 vegabréf. Já, ég er bæði Íslendingur og Spánverji. Ég var að meina svona bara í hjartanu. Já. Þú ert Íslendingur í hjartanu? Já, ég er það. Og ég verð meiri Íslendingur með hverju árun sem líður. Og meiri vesturingur. Og það líka. Já. Algjörlega. Þú ert að fagna því að spila með fólki frá vesturum?
Já, já. Þú ert að verða ákafari vestísku þjóðurnis ekki maður eftir því sem áliður. Já, það gæti farið út í gert yfir alla þjóðarbólk, ég veit það ekki, en þetta er svolítið skrítið. Ég hef sagt á ætla að segja í bók sem ég ætla að skrifa núna á spænsku til að gera svona svolítið upp með Spán. Ef að til væri eitthvað svona app sem myndi greina persónuleikað inn og greina út frá því hvaða land þeir færi best, þá myndi Spánn koma mjög aftarlega í mínu tilvíki. Já, nú það. Já, ég á þannig séð, sko, nú ég ekki að tala illa Spáni eða segja þetta, hann sko, þetta svolítið árekstur, en það þýðir þó ekki að þetta samt ástarsamband. Þetta ástarsamband þar sem að við smellum ekkert saman, við eigum í þessu ástarsambandi og ég lýsi þessu þannig, Nikos Kazantzakis, gríski rithöfundurinn, hann var að tala um það í einni bókinni þegar að það var týndur maður sem að vissi ekki hvað hann átti að gera. Hann kemur að tala við prest og presturinn sagði þegar þú ert í vanda, það bara eitt sem þú þarft að gera, það að fara veg drottins. Og þá sagði hann, hvaða vegur það? Hann sá brattasti og erfiðasti. Og það þetta sem ég að gera á Spáni í raun og veru. Það stundum í ástinni, þetta ég sé ekki svona stjörnuspekingur, að þá stundum ágætt að fólk sé úr ólíkum stjörnumerkjum. Það ekki alltaf gott að þessu sama stjörnumerkjum. Nei, við erum komin til þess að takast á við hlutina. Það náttúrulega mjög gaman þegar að allt leikur í lyndi og auðvitað gerir það oft á Spáni, ég hef verið mjög heppinn, alveg sérstaklega heppinn og lít í raun og verið þannig á og ég standi í vissi þakkarskuld við þetta land fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið, sem bara ég óskaplega þakkláttur fyrir. Þannig að þetta fallegt samband en reynir á. En maður verður að hafa húmor fyrir því. En einmitt eins og líka í ástarsamböndum og sjálfsagt sambandinu við drottin á drottinsvegi og ástarvegi, þá það ekki ágætt að minna sig á svona minna sig á neistan, eins og í þínu tilviki það ljóðlistin eða það orðin og hrynjandin í tungumálinu, þannig að þú kannski... Já, spænskar bókmenntir, það annað sem að tungumálið veitir, það þessi aðgangur að suður-amerískri menning og tónlist. Það ómetanlegt, algjörlega ómetanlegt. Og svo það annað sem að kom mér virkilega óvart. Það væri þess virði að læra spænsku fyrir það eitt að lesa Don Quixote á frumálinu. Þetta kom mér verulega, ég ætlaði aldrei að lesa þessa bók. Kannski út af því að þegar ég ungur drengur vestur á fjörðum, þá var einn dagskrárliður sem ég hafði á það, það var Stundin okkar með Bryndísi Schram og svo var það enska knattspyrnan með Bjarna Fell. Og þessi enska knattspyrnan, það var 1 klukkustund á viku. En þar á undan var teiknimynd með Don Quixote. Og við Elvar Logi, sem núna með komedíuleikhúsið á Þingeyri, við urðum að bíða eftir að þessi fjára Don Quixote væri búinn og þetta var svo leiðilegt, þetta var svo kjánalegt og svo, sko, þetta var heil eilíð áður en maður heyrði þannig að það var bara innprentað í kollinum á mér, Don Quixote væri ömurleg bók sem Spánverjar létu mikið með, en þetta með allra merkilegustu bókum sem ég hef lesið. Ég bara varla skemmt mér betur við lestur en okkur annari bók og Cervantes einhver athyglisverðasti náungi sem ég veit í mannkynssögunni. Þetta var stórkostlegur haus, mjög merkileg og hans lífslaup mjög merkilegt og það gerir ekkert nema sko því meira sem að fræðist að því meiri aðdáun fær maður á honum. Ian Gibson sem rannsaka hefur Lorca sagði það sama reyndar Lorca en þetta var mjög merkilegur, mjög hugrakkur og til marks hvað hann var mikil persóna. Hann var náttúrulega í gíslingu í Alsír
móðir hans kom, þar var hann með bróður sínum. Móðir hans kom með sko lausnarmund, fjármunni til að bjóða hann út og allsýringarnir sögðu þetta dugi bara fyrir einn. Og hann klappar á bak á Rodrigo bróður sínum og segði, far þú vinur, ég pluma mig. Hver myndi gera þetta? Og hvað svo? Svo hann reyndi endalaust að strjúka, allavega 4 skipti, var oft svikinn, tók sökina ávallt á sig og það var endað með því að hann var sendur í hálfgert öryggisfangilsi í Konstantínópel. Við Grikklandsvinir köllum þetta ekki Istanbul, þetta Konstantínópel, en það í dag. Og þar í lokin tók, það voru spænskir menntamenn og einhverjir fjársterkir aðilar sem að komu loksins með nógu mikla fjármagn til að leysa hann út. Og þegar búið að leysa hann út, þá myndi maður halda að mætti vera á svona friðarstóli á Spáni, en þá fær hann eitt ömurlegasta starf sem hægt að fá, því að það var hans hlutverk að taka sem sagt skattinn af bændum og fara með konungs til að fjárafla herinn. Það sem sagt, þegar þú sást Cervantes koma, nei, þess að koma. Tollheimtu, ekki. Og svo fór hann í fangelsi í Sevilla. Þar sem að hugmyndin af Don Quixote og þar náði hann en það var ömurlegt fangelsi. Þetta er stórkostlegur listamaður, stórkostlegur maður. Þegar maður les og svona, það var eins og maður sé skipt haus og þá er mjög gott að setja upp alvöru hausa eins og Cervantes og fleiri. Já. Það er mikil hvíld fyrir að ganga með manns litla höfuð alla daga, að setja stundum upp stærra höfuð. Nákvæmlega. Og tala annað tungumál alltaf. Þið ætlaði að spila hérna á föstudaginn í Vorstjarnan Alþýðuhús, Bólótti 6, þar sem að samstöðin er til húsa og ýmislegt annað, Sósíalistaflokkurinn og Leigjendasamtökin og hitt og þetta. Og hér erum við frammi búin að vera að græja svona sal og það mætti til að segja að þetta er svona fyrstu svona tónleikandi sem við erum með. En það hefur verið byrjað að skipuleggja fleiri núna í haust. Þannig að okkar draumur er þetta að verði að vanta svona smærri tónleikasali í bæinn. Ég myndi nú vilja nota tækifærið og þakka fyrir sem sagt þetta að fá að stíga. Nei, þakka þér miklu heldur og ykkur. En þetta verður klukkan 9. Já. Og fólk bara mætir. Já. Kostar kúkukannilinn. Já. 300 skall. Já. Og svo verður bara spilað. Já. Og tango, má maður dansa eða? Ef pláss leyfir þá er það alltaf velkomið. Þið ætla að spila eitthvað núna? Já. Nú er ekki hljómsveitin, þannig að þið spilið eitthvað sem að... Og taka eitt latín. Muni eftir Gloria Estefan? Já. Það er fyrir einhverju svona 25 árum eða meira, 30 árum, 25 árum. Já, kannski. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error.
herirte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer y te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que me muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Takk fyrir. Ekki gaman að fá svona tónlist Þetta var rosalega fallegt. Við erum að gera meira af þessu. Og mann fannst alveg maður skilji jafnvel mitt þótt að maður skildi ekki neitt. Maður skildi það svona í flutningnum og hérna, ekki svolítið skrítið að syngja samt þess með svona einangrað stúdíó? Svolítið. Það er engin hljómburður. Veggirnir gleypa allt. Þannig að já, þegar þú fórst út í mér svona eins og fjallasöng, þá var þetta samt eins og við værum í fjallasal. Herðu, en við hérna þökkum við kærlega. Þökkum fyrir okkur. Hlökkum til að mæta á föstudaginn. Já, og við hvetjum fólk til þess að koma hingað í Bólholt 6. Þetta er hús sem er fyrir aftan bensínstöðina sem að smurstuð, sjálfsmurstuð þarna. Ég veit ekki hver rekur þetta í dag. Næturvaktin var tekin upp í þessu húsi. Þetta er húsið sem er fyrir aftan það. Byrjar klukkan 9, gott að koma kannski aðeins fyrr og hlusta á alls konar músík frá þeim feðginum og hljómsveit. En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið, komið hér að Vörmlandsspori. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og við heyrðum lagið sem útlægt á íslensku Það sem ég á eftir ólifað og í hérna framhaldinu kom Mun ég elska og spænsku héttir eitthvað Con los años. Gloria Estefan söng þetta. Manstu þetta henni? Já, ég bara aðeins rámar í. En það voru Jón Sigurður Eyjólfsson og Jón Sinatse skáldanafnið og Alma Reik. Jón Hálausi. Já, sem að hérna feðginin og festist í. Það er svo eldri sem að ræður. Þannig að þú og sonur þinn eru mæðgin. Mæðgin, já. Þetta voru feðgin. Tónlistarfeðgin. Og hvað er á næsta dagskrá? Það er viðtal sem ég tók hérna í síðustu viku við Fanny Birnu Jónsdóttur sem er dagskrárstjóri Rásar 1. Ég tók hérna nokkur viðtöl Rás 1. Láru Magnúsdóttur sem skrifaði grein í Skírni. Magnús Ardóttir fyrir. Og hérna Ævar Kjartansson. Var það honum? Nei. Bara hann er faðir. Gleðst. Jú, ég gleðst yfir.
Þið, þú og Ævar eru feðgin. Við erum feðgin, það er akkurat rétt. Já. Og svo kom hún líka, Aggi, Ragnheiður Gyða Jónsdóttir, og varum að tala svona grípa tækifæri bara út af grein Láru Magnúsar dóttur. Fjall þetta og þegar ég var að tala við hana þá svona velti því upp hvort að við ættum ekki að tala eins mikið bara Ríkisútvarpið eins og við tölum kannski ekki alveg eins mikið heilbrigðiskerfið og kannski svo vegakerfið eitthvað, því þetta er náttúrulega eitt af burðarþáttunum í íslensku samfélagi. Og nú er komið að ég að tala við Fanny Birnu sem er búin að vera þarna dagskrárstjóri held ég í bráðum ár eða rúmt ár, ég man ekki alveg hvað var. Og svona, ég er svona eitthvað að bera á milli, það sem að þau sem ég hef rætt við hingað til hafa sagt. En svo líka bara tala hennar stöðu og það náttúrulega kemur í ljós að kannski er Ríkisútvarpið svolítið svona feik. Það eru voða litli peningar til þess að mæta svona þeim kröfum sem eru gerðar. Það er búið að éta það innan þar sem að það var meira afl áður til að gera hluti og svo náttúrulega hefur Íslendingu bara fjölgað, þannig að það væri kannski hægt að horfa á það að við ættum að vera að gera kannski með 2-földum krafti sem að við gerðum aldamótin og 3-földum krafti þar sem við gerðum 1970. Það er svona vafatri hvort að það sé. Mér finnst alltaf svolítið ósanngjarnt þegar Ríkisútvarpið er fjársvelt og síðan er bent á það sjáðu hvað stendur sér illa. Það er eins gott bara að loka því. Já, þetta er aðferðin sem að nýfrjálsíkjur notar við að koma á breytingum. Já, líka í heilbrigðiskerfinu til dæmis. Já, fjársvelta heilbrigðiskerfið og þá kemur krísuástand og við verðum að gera eitthvað. Og hvað eigum við að gera? Við verðum að kannski skoða rekstrarfyrirkomulagið og auka einkavæðingu og eitthvað fleira. Eitthvað leyti er þetta Ríkisútvarpið og svo ósanngjarnt að hafa aldrei prófað fyrir ekki að prófa þann valkost að næra almennlega eða sem að bara virða þessa starfsemi, opinberu starfsemi, veita fjármagni inn í það og sjá þann valkost. Kannski er þetta er mikilvægsta sem að Lára er að segja í greininni. Það sem hún er að tala eða tekur bara lögin, hvað er skilgreint sem hlutur Ríkisútvarpsins, sem er að halda upp í menningu og svona það sem er oftast gagnrýnt fyrir að gera ekki. En síðan hefur lögunum verið breytt og núna er það að reka fjölmiðl sem getur þýtt að ég bara velta í gegn einhverjum auglýsingatekjum eins og við sjá núna til þessi sumar í sjónvarpinu þar sem eru íþróttaviðburðir eru í fréttatímanum og allt fer til en það er bara vegna þess að auglýsingadeildi vill hafa þetta svona, fréttadeildi vill ekki hafa þetta svona og ég meina, þú veist, öllum áhorfendum væri sama þótt að fótboltinn væri á RÚV 2 en ekki, það er bara eitt fyrirbrigði sem vill það ekki, það er auglýsingadeildin af því að þú nærð meiri tekjum og þú kannast líka vita með Eurovision sem er einhvern veginn búin að breiða yfir allan veturinn, einhvern endalaus þáttagerð Eurovision. Þetta er bara þáttagerð sem er stýrt af auglýsingadeildinni og þannig að þegar var að tala mikla fjármuni að þá náttúrulega fjármuni notaði svolítið til þess að ýta undir uppbyggingu RÚV sem eitthvað svona fjölmiðls. Kannski ættum við að fara að segja að RÚV á bara að gera það sem að við teljum vera mikilvægt og engin annar gerir eins og var fyrirsögnin á greinin hennar Láru manni ekki var það sem að ríkið eitt getur gert eitthvað í þá veru. Almannaútvarp. Já. Og þá komum við að Rás 1, það sem er eiginlega það fyrirbrigði inn á Ríkisútvarpinu sem á að sinna þessu. Og þar er þetta orðið bara meira og minna þættir sem eru eins og við erum með hér, sem að 2 umsjónarmenn sitja og búa til eitthvað, ná kannski 3 viðtölum á klukkutíma og svo bara vellur þetta áfram og minna gert að þáttum, eiginlega engi peningar. Ef þú kæmir með inn á Ríkisútvarpið og segir já, mig langar að búa til 8 þáttaröð hvernig húsnæðismarkaðurinn á Íslandi hefur þróast frá fyrra stríði
og þú veist, tilraunir hvernig við erum að byggja upp það og hvaða aðferði við höfum notað til þess að aðstoða fólk til þess að eignast þak yfir höfðið og hvernig hefur komið birst í hérna hjá ólíkum kynslóðum og eitthvað svona og þá hérna held ég að Ríkisútvarpið segi að við erum kannski til að borga 50 skall á þátt sem er náttúrulega kannski brotaði. Já, þetta er góð hugmynd sko, maður ætti nú bara að gera svona seríu kannski hér bara. En leita í doktorsritgerð Sigurðar E. Guðmundssonar sem ég skrifaði þessi mál og svona, það hafi verið rannsókn. Frábært efni og gott efni. Herði einu sinni í BBC, þá voru þau með svona þætti sem var ofsalega einfalt. Það tókuðu fólk sem hafði flutta heiman á aldrinum, hvernig gerir maður það? Kannski 16 ára, fyrst, kannski á 7. áratugnum. Og töluðu við 3 í þættinum og voru bara að tala um það, þú veist, þegar þau flutta heiman, hvernig húsnæðismarkaðurinn fóru að leigja, hvernig fóru að kaupa og þá rakti fólk bara ævi mína í gegnum nokkrar íbúðir. Svo næsti þáttur, það voru fólk sem var á 7. áratugnum, 8. áratugnum og 9. áratugnum og þetta var alveg stórkostlegt ferðalag því að og svo náttúrulega endurinn hryllilegur. Það voru ungt fólk sem var að koma á 1. áratug þessar aldar. Það sem var eiginlega búið að græðgisvæða allan húsnæðismarkaðinn og þau voru bara að ganga inn í það að láta ræna sig frá einni íbúð til næstu. Og líka upplifunin sem að mér finnst að því ég er svo gamall, að mér finnst að þegar stundum þegar ég að tala við yngra fólk að það sé meiri svona uggur í sambandi við framtíðina. Að maður þurfi að gera eitthvað annars, geta komið illa og maður þurfi að vera svo klókur einhvern veginn til þess að komast í gegnum þetta líf. Kannski er ég eitthvað bilaður, en mér upplifði að með mig og mína kynslóð við höfum engar áhyggjur af framtíðinni. Við vorum svo sannfærðum að við ættum hana og við mættum bara að ef við gerðum það sem við vildum að þá yrði þetta góð framtíð fyrir okkur og bara allan heiminn. Það var ekki að við ættum að gera eitthvað eins og Sjóvá eða eitthvað byggingafélag vildi, Reginn eða eitthvað, það bara hvarflaði ekki að okkur. og þetta fannst mér koma fram í þessu viðtölum. Hvernig húsnæðismarkaðurinn getur ekki bara grafið undan efnahagslegu öryggi og hamingju fólks. Það er líka bara sýn okkar á framtíðina og hversu velkomin við erum inn í heiminn. Þetta er líka sem útvarp getur gert svo vel einmitt að það er ákveðin sannleikur eða ákveðin svona veruleiki sem kemur fram bara með sögum, sögur einstaklinga og viðtöl við einstaklinga, upplifun og reynsla. Það kostur í útvarpið, það er ekki gott að lesa upp Excel-töflur í útvarpi. Ég meina það svona, já, þú veist það er náttúrulega hægt líka að vera með Excel-töflunar í sjónvarpinu. En fyrir ykkur talnablinda fólki þá er gott að vera með útvarpið. Já, það er betri, sögurnar eru betri. Það er ekki verið að skella framan í mann einhverju helvítis grafinu. Nei, það verður gaman að heyra viðtal þitt við Fanneyju Birnu Jónsdóttur, dagskrárstjóra Rásar 1, það ekki? Jú. Dagskrárstjóra Rásar 1, gjörðu þessu vel. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við höfum svona undanfarnar vikur verið aðeins að ræða Ríkisútvarpið og kannski fyrst og fremst Rás 1 fengið fólk sem hefur verið að gagnrýna Ríkisútvarpið eins og Láru Magnúsdóttur sagnfræðing. Það hefur líka fengið fyrirverandi starfsmenn eins og Ævar Kjartansson og Ragnheiður Gyði Jónsdóttur sem er kallað Aggi til þess að svona fjalla Ríkisútvarpið og meðan að við höfum átt í þessu spjalli þá hef ég svona verið að velta fyrir mig að við gerum allt og lítið þessu að ræða Ríkisútvarpið, að ræða Ríkisútvarpið eins og skólakerfið eða heilbrigðiskerfið, kannski ekki alveg eins mikið en þetta er náttúrulega eina mikilvægustu stofnunum sem við eigum, menningarstofnunum. Og hingað er komin Fanney Birna Jónsdóttir sem er dagskrárstjóri Rásar 1 sem er bara fjöreggið ef ég rifja upp samtölu við Ævar og Aggi að þeir fannst ótrúlega vænt þetta fyrirbrigði sem að þú ert að gæta núna. Já, ég held að þau séu ekkert ein það. Ég upplifi það mjög sterkt að það eru bara mjög miklar tilfinningar tengdar Rás 1 hjá fjöldanum öllum af fólki.
En það ekki svolítið mismunandi hugmyndir og ekki verið að toga því í allar áttir og ekki alveg vita vonlust að þú getur uppfyllt og gert alla glaða? Jú, og ég held að það sé nú þannig flestum störfum að það verða aldrei allir glaðir. Sumstaðar þar sem að svoleið staða að þá látið þess að maður gerir eitthvað gott ef maður gerir alla brjála, það ekki markmiðið eða? Nei, ég held að, eða bara alls ekki, en ég held að það sé alveg ljóst að á Rás eins og Rás 1 sem að hlutverki svona fjölbreytt að það sé alveg ljóst að það aldrei þannig að allir dagskrárliðir, allan sólarhringinn séu fyrir smekk hvers og eins alltaf. Var það heldur ekki í gamla daga? Og ég hafði ekki komið fram í þessu samtölum að það er enginn að halda því fram að þetta hefði allt verið betri í gamla daga. Það er ekki þannig. En fólk sækir oft í eitthvað sem að var og það sem að mér fannst í þessum samtölum að fólk var ekki endilega að sækja eitthvað þetta ætti að vera núna eins og það var. Heldur var svona, ég var komin inn á það að fólk væri að tala að það hafi verið eitthvað sterkara eða skýrara hér áður fyrir hvað ríkisútvarpið vildi verða. Og kannski væri við orðin vissum ekki alveg, hvað vill ríkisútvarpið verða? Mér langar bara að byrja að segja þessu umræða hjá þér og viðmælendum þínum og náttúrulega Láru sem skrifaði greinina sína í skýrni er náttúrulega bara stórkostleg og ég sammála því sem þú byrjaðir á hérna upphafið, þetta var ræða innihald ríkisútvarpsins miklu meira. Það er kannski erfitt. Ekki rekstraformið. Nei, það er stundum erfitt að ræða innihaldið og dagskrárgerðina í einhverju algjöru tómarúmi út frá án þess að koma inn á hvernig á að reka hlutina og hvað hlutinni kosta og hvernig á að fjármagna það sem er verið að gera. Það er erfitt og kannski óraunhæft en það er samt allt í lagi að leggja það til hliðar endurmæns og taka þessu umræðu sem að þið hafi verið að taka og það er... Ég lærði það eins og á manni sem ég vann með. Það sagði fyrst spyr maður hvað maður vill, svo hvað maður getur. Og auðvitað gæti maður ef maður segir bara hvað getur maður og þá réttlæti maður raunverulega að dagskráin er ekki nógu góð og ekki nógu góð og svona. En maður verður alltaf fyrst, hvað viljum við? Hvað viljum við með ríkisútvarpið? Ertu að spyrja mig hvað ég vil? Ég vil ýmislegt eins og þeir hafa náttúrulega sem farið yfir að þá er hlutverk og tilgangur bara RÚV yfirleitt markaður í lögum og það er markaður í samningi við ráðuneytið og svo eins líka bara í stefnu RÚV. Magnús Geir setti upphaflega held í fyrsta sinn stefnu fyrir ríkisútvarpið bæði náttúrulega sjónvarp og útvarp og hún hefur verið endurnýjuð og gildir til ársins 2026. En er þetta ekki allt svona almennt orðað svona næstu eins og einhver kostingabeklingur frá? Sumt, jú, en það er samt sem áður nokkuð vel skilgreint og afmarka hvað við eigum að vera að gera. Það er bara kannski meira með hvað hætti þú gerir það sem er kannski þessi dagskrárstefna sem að þið hafa verið að ræða og þetta er þetta allt sem ég nefndi haft til hliðsjónar og innan þessara stefnu hafa náttúrulega verið settar þvert yfir, heilt yfir fleiri stefnur, það er landsbyggðarstefna og jafnréttisstefna og fleira og við höfum, þá hafa reyndar ekki verið kynnt núna nýverið marka okkur tónlistarstefnu sem verið kynnt núna í haust og þó það sé nú orðin nokkur ár síðan að þá er þetta samt í svona heildarsamhengi hlutana nokkuð nýtt að það sé verið að marka stefnur yfirleitt fyrir ríkisútvarpið og það er af henni góða. Það er einmitt oftast þannig að í stefnum eru sett háleit markmið sem er kannski ekki hægt að ná innan eins misseris eða nokkur ára en það er að horfa til framtíð. Hvað vill ríkisútvarpið verða? Ríkisútvarpið... Þá erum við fyrst og næst að tala um Rás 1. Já, einmitt og við erum bara mest að tala um það hér. Já, því það er eiginlega sálinn í ríkisútvarpið og hitt er eiginlega svona fyrir auglýsingadeildina og eitthvað. Já, ríkisútvarpið er náttúrulega, Rás 1 er alveg ótrúlega margt í einu. Og við búum ekki við þann lúksus að hafa eins og margar systustöður okkar erlendis 5, 6 upp í 20 rásir þar sem er hægt að afmarka einhvern veginn hlutverkið þrengra þannig að Rás 1 er fyrir forvitna. Það slagorð ekki... Það er þessu að því að ég held að sko ef þú ert að byrja þetta saman við útvarp í öðrum löndum að þá sér maður alveg á þeim að það útvarp hefur þroskast meðal annars með því að fjölga rásunum að það sé eiginlega hluti að því að geta vaxið er að geta sko fleitt áfram og líka bara elst með sínum hlustandahóp og komið svo með endurnýjun alltaf inni og það er svolítið annarlegt að ríkisútvarpið sé eiginlega bannað að gera þetta.
Já, getur alveg verið. Það er svo sem ekki mitt hlutverk að ákveða það en innan þessa ramma sem við erum að vinna með þá er Rás 1 bara ótrúlega margt og fyrir forvitna uppfyllir þessi hlutverk sem eru sett í lögum mjög mörg, miklu fleiri heldur en til dæmis Rás 2. Henn er svona gert að vera með svona þrengra umfjöllunasvið. Það er almannavarnarútvarpið, þau eru með tónlistina, poptónlistina mestu og svona nýrri tónlist og síðan fréttaútvarp og Rás 1 er minna í flestu af þessu og þetta er miklu breiðari málefnagrundvöllur sem að Rás 1 er að tækla á hverjum degi, hverju viku og hverju ári og svo er náttúrulega það því þú talaður um einhvern veginn að eldast með hlustendur sínum og þá er náttúrulega alltaf baráttan að bera virðingu fyrir því að það eru mjög margar kynslóðir sem að hlusta mikið. Ég reyndar alveg upp í það eins og þú að það var alltaf kveikt útvarpinu og maður kannski var ekki mikið að hlusta en einhvern veginn varð fyrir barðina á þessu eftir sem áður. Var fyrir barðina á þessu? Já, stundum fannst mér það að ég var yngri og finnst það ekki lengur. En síðan eru að koma upp nýri kynslóður sem hlusta bara með allt öðrum hætti. Og kannski síður á Rás 1? Ekkert endilega. Ég meina þau hlusta á alls konar efni á Rás 1 en ekki kannski línulegri dagskrá. Þau sækja sér að öðruvísi. Í gegnum podcast? Í gegnum podcast og sækja sér kannski efni innan úr þáttum, í gegnum spilara, í gegnum hlaðasveitur. Þannig að það þarf að finna einhverja leið til þess að bera jafnmikla virðingu fyrir báðum þessum hópum sem að eru bara allt öðruvísi að neyta þessa efnis með allt öðrum hætti, heldur en innhópurinn. Og það er alveg víðfemt verkefni. Það er eitt sem að hefur verið áhrifin af podcasti sem að ég veit ekki hvað er að kannski 15-20 ára gamalt fyrirbrigði. Það sem útvarpið losnar frá línulegri dagskrá og losnar líka við þetta að vera að þjóna mörgum ólíkum hópum á sama tíma. Og það er margt sem að gerist við það eins og við þekkjum rauðaborðinu allt í einu verður tímalengdin allt önnur af því að það rekst enginn hingað inn nema sem hefur áhuga á þessum sal við erum bara litla arthouse bíóið í kjallaranum og njótu þess að geta verið með svona efni sem að kannski virkar ekkert í stórasalunum eða fram í andirinu og þá er það spurningin að reyna að gera hvoru tveggja að reyna að vera að búa til efni fyrir áhugasama en líka vera með eitthvað svona streymaða dagskrá sem oft er þá tilraun til þess að það sé eitthvað blær þannig að þetta er Rás 1 það sé innan einhverja marka sem hún getur búið til efnið kannski þetta bara óvinnandi. Já, það er allavega held ég alltaf tilbúin til þess að reyna hvort sem að það vinnst eða ekki og bara eins og við ræddum hérna á það, ég meina hlustendahópurinn svo ólíkur, það getur enginn alltaf verið glaður en við reynum að hafa þannig að flestir ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ævar nefndi þetta hjá þér í góðu viðtali að það sem að Rás 1 getur gert sem að kannski ekki allir aðrir geta gert er að búa til efni sem að liggur alveg fyrir að sé fyrir þröngan hlustendahóp og gerir það. Það er líka verið einhvern veginn að reyna að tala mannamál og ná til alþýðunar, ná til þeirra sem að kannski hafa fáa til að tala við en meiri tíma til að hlusta og þessu verður að blanda saman með einhvern smekklegum hætti sem er reynd að gera þarna hverjum degi. En framtíðin er mörkuð í stefnunni og stafræn stefnarúf liggur alveg fyrir og það er náttúrulega alltaf spurning, ég meina það er búið að spá dauða útvarpsins frá því áður en ég fæddist en það er aldrei og hlustun á útvarp hjá íslenskri þjóð er alveg ofboðslega mikil á hverjum degi, mælingar sýna það að fólk hlustar bara eiginlega alveg merkilega mikið á eitthvað útvarp allar þessar rásir sem boður upp á Íslandi og það er ekkert endilega að fara að hætta neitt í mína tíð eða næstu. Þannig að þetta er spurningum að feta þennan stíg einhvers staðar á milli þess að skilja það og skynja. Fólk er að hlusta útvarpið, það kveikir útvarpinu í bílnum, kveikir útvarpinu heima af sér, en það líka sækja sér beint það efni sem að því hendar utan línulegar dagskrár, eitthvað sem að það velur. Hvað er ég hlusta á Rás 1? Margir.
ungir og aldnir. Hvernig, það náttúrulega frekar eldri. Já, í línulegri dagskrá miklu hærri meðalaldur. Miklu hærri meðalaldur og þetta líka svona svolítið gerir manni erfitt fyrir að... Þetta eru hlustendurnir. Þetta það sem að, þú veist, ef þetta eins og salur að því að var að taka dæmi það og fjölmiðlar eru það að sumu leyti, alveg sama hvað maður í fjölmiðlum, maður finnur alltaf fyrir salnum og sumu leyti áttar maður sig á því með fljótlega salurinn mótar þetta er ping-pong, sko. Að þú endanum þá verður eitthvað svona, þetta er stefnumót eitthvað og það er salurinn mótar þetta. Þannig ef þú ferð inn í sko sal sem að, segjum að aldurinn sé mjög hár, að þá býrðu endanum til efni við annan endur bara í fæting við salin. Já, ég er ekkit endilega viss það. Ég meina, við höfum alveg búið til efni sem er ekkit endilega miðað á eldra fólki sem að samt sem áður, ég meina, bara krakkarnir sem eru með lestina eiga sér aðdáendur sem eru bara mjög gamlir og þetta þú veist, þáttur popkultúr og... Gamla fólki er ekki alltaf eins, sko. Nei, þetta er ekki bara ekki frekar núnga fólki og það er líka, held ég held að sé ekkit endilega æskilegt að vera að búa alltaf til útvarpsefni fyrir kynslóðir, af því að þú ert að búa til efni inn í áhugasvið fólks og oft er skemmtilegast útvarpsefnið allavega fyrir mitt leyti, það sem ég rekst á, ekkit endilega eitthvað sem ég hef nokkurn áhuga á, heldur bara því að dagskrárgerðarmaðurinn og framleiðandinn einhvern veginn hefur nægilega mikinn áhuga á því að minn eigin áhugi kviknar meðan ég hlusta. Svo það náttúrulega vill oft gleymast þegar fólk að skipuleggja fjölmiðla. Það kannski aðal krafa hlustandans eða lesandans eða áhorfandans er komdu mér óvart. Það er sem að maður getur ekki skipulagt. En þá skiptir náttúrulega máli að hafa kultúr innanhús, skapandi kultúr. Já. Og ég held að því að það kom náttúrulega svolítið fram í þessum samtölum þessi áhersla á hugvísindin að mér finnst kannski rétt að taka það fram að Þú ert ekki hugvísindamentur? Ég er ekki hugvísindamentur, nei. Lögfræðingur? Ég er lögfræðingur. Eins og útvarpsstjóri? Eins og útvarpsstjóri. Og Lára vitnaði í þetta, nefndi þig í greininni, eða ekki? Jú. Að innan Rásar 1 er starfandi fólk með hugvísindamenntun bara hlutfallslega ansi hátt. Og það er einmitt alveg gríðarlega skapandi hópur og metnaðurinn á dagskrárgerðarfólkinu sem að því hefur náttúrulega, því þú talaðir eitthvað sko dagskrárna og breytingar á henni síðustu 30 árin, ég meina starfsmannahópurinn hefur minnkað umtalsvert og þrátt fyrir að ég geti tekið undir ýmislegt af því sem hefur komið hérna fram og að það megi eiginlega alltaf gera betur þá finnst mér það samt næstu afrek hjá þessu fólki hvað er gert á hverjum degi og sendt út á þessari rás. Og þetta eru blaðamenn og listamenn samtímis og hugmyndaaukinn og metnaðurinn er botlaus. Þannig að já, á sama tíma og ég ekki tekið undir sumta þeirri gagnrýni að þá finnst mér eiginlega þurfa einhvern veginn að henda á þetta fólk að það stendur sig eiginlega ótrúlega. En ef við tökum þetta sem að Lára var að segja með hugvísindin, þannig að hennar gagnrýni er svona í einhverju endursögn að sko verkefni Ríkisútvarpsins er fyrst og fremst dagskrárgerð og umfjöllun og menningarstarfsemi og þú veist greining á samtömjónum og sögunni og sem er eiginlega verkefni sko hugvísindana. En í staðin fyrir að það sé einhver settur yfir þetta sem kemur þaðan að þá eru valdir lögfræðingar, bæði útvarpsstjóri og þú og ég ætla ekki að byrja að verja þína eigin ráðningu að þið voru nú reynslu í fjölmiðlum og eru slíku bara sóttum sér slík en ekki sem lögfræðingur býst við. En samt í þessu svona, eins og ég gat alveg tengt við þetta að það er þessi svona ótti við að hugvísindafólkið þeim meginn fái að bara vaða uppi að það verði að vera einhver sko úr starffræðideildinni til þess að hafa kontról á þessu fólki því annars fær allt út í einhverja vitleysu sem er eitthvað svona undarlega skritin hugmynd sko. En þetta er ekki bara í Ríkisútvarpi, ég man eftir þessu bara í gegnum tíðina í fjölmiðlum, það er svona þeir sem að eiga peningana til dæmis eða þeir sem að fara með peningavaldið af því að þeir vilja frekar hafa einhver svona úr sínu sauðahúsi til þess að hafa kontról á þessu og ég notaði svona frasa til þess að útskýrta sagði að út að reyka bakari það var miklu sniðra fyrir að kenna bakaranum bókhald heldur alltaf að kenna bókaranum að baka sko. Já, ég skil hvað meinar. Ég held að fara samt rosalega bara eftir bæði bakaranum og bókhaldaranum sko.
Þau eru heppið með lögfræðingarna þannig að þau eru... Mér líkar ágætlega við lögfræðinginn og lögreglustjóran og eins og þú sagðir, ég ætlum svo sem ekki fara að verja hérna mína ráðningu, það aðrir sem ber ábyrgð henni, ég bauð bara fram mína krafta en ég meina eins og ég segi, sko, dagskrárgera fólki þarna menningarritstjórinn, þetta hugvísindafólk Guðni Tómasson og bara eins og þú þekkir, ég meina þú getur verið rosalega metnaðarfullur ritstjóri en ef að blaðamennirnir kom ekki með fréttirnar að þá gerist rosalega lítið, það er mjög ólíklegt að ritstjórin fái allar fréttirnar og skipi sem bara einhverjum öðrum að skrifa það, sko. Það gerist allt á gólfinu, sko. Þannig að ég hef minni áhyggjur af þessu og held að svona þegar kemur að menntun og reynslu að þá sé hópurinn á Rás 1 nokkuð vel skipaður. Jafnvel þó að það sé hugvist mannski brúni. Þetta tengist samt svolítið og kom kannski ljós þegar ég held að verið mest hjá Ævari. Ég held að sé einmitt reyndar skortur á raunvísindafólki í fjölmiðlum yfirleitt, sko. Ævar tók það fram, sko, að þeir voru til þess að þeir byrjuðu með Víðsjá, voru mikið að reyna að teygja sig eftir því að hafa ekki of eintóna hugvísinda sjónarhorn á heiminn og voru með reyndu vísindahornið og hitt og þetta. Og voru alltaf að reyna að draga fólk inn og svo ég minnir hann hafi sagt að það fólk bara hefur aðgengi að skári launum annars það, sko. Það er svona erfitt að halda því inn í fjölmiðla. Já, meina, það er bara sameiginlegt vandamál fjölmiðla bara alls staðar á landinu, held ég. Það er erfitt að það er ekki bara neinn virðing fyrir þessu starfi, sko. Miklu minni. Henda í þetta fólk ótrúlega lélugum launum. Já, miklu minni og álagið er öðruvísi heldur en annars staðar og ég held að fólk gerir sér minni grein fyrir því. Það er bara svona síbylju álag að, eins og þú þekkir, að bóka fólk á hverju degi, fá hugmyndir og það tengdi svolítið þessu sem Þetta er ekki sama listgreinin og einmitt að mála málverk að gefa út bók sem hún liggur yfir lengi og gefur hana svo bara út. Þetta er miklu hraðara umhverfi. Blessunarlega. Já. Það er náttúrulega margir sem að ánetast þessu og eins og bara ég sjálf, ég meina þetta er hvergi skemmtilega að vera heldur en í þessu bransa. Og ég veit listform og þetta er svona listform augnabliksins sem er þannig að það bara rennur linnulaust undir brúna en þú ert ekki að byggja eitthvað, sko, varanlegt. Þú veist, ef þú ætlar að búa til eitthvað varanlegt að þá kæmur þið aldrei frá þér, sko. Og það er náttúrulega líka, þú veist, það er líka fallega við línulegu dagskrárna að vera í beinni útsendingu, að senda út í beinni útsendingu og það getur allt gerst, þú veist ekkert hvort eitthvað gerist fyrir utan sem að þarf að komast inn á nóinu. Já. En það getur ekki bara verið línuleg dagskrá af því að við erum að tala svona að reyna að hafa svona kontról á þessu og ég meina maður getur ímyndað sér að, sko, besta ríkisútvarpið væri það sem að væri bara öflug ritstjórn sem að væri bara allan daginn að segja þú veist hvernig getum við sko endur flutt samfélagsstegluna sem best inn en til þess að geta gert þetta þá þarf náttúrulega að vera svona bæði í svona einhver farvegur fyrir svona sköpunarkraft og það vill verða í svona þú ert þarna með morgun þáttinn með honum Jóa og svo er Sigga og Gunni með þennan þátt og allir lokast svona inn í sínu og eru bara að framleiða 3 viðtöl á dag og að sömuleyti fannst mér sko kom ágætlega fram í viðtalinu við hann Ævar að kannski svona viljinn til þess að róta þessu upp í þessu gera þetta eitthvað svona öðruvísi væri einhver leyti farin og líklega bara út af bara penningaskorti, sko. Þegar hann taldi þegar hann stofnaði að tók þátt í að búa til Víðsjá. Hvað ætlaði að verið, ætlaði ekki að verið 8 manna ritstjórn eða eitthvað? Jú, og svo var eitthvað svipað með morgun þáttinn líka og þetta er allt 2 manna prógram í dag. Eftir sem áður er þessi metnaður til staðar. Ég meina það lá alveg fyrir þegar ég bauð fram mína starfskrafta að ég ætlaði ekki að koma inn með hvelli og setja dagskrána á hvolf og breytöllu. Það er bara þannig að á þessari rás vinnur fólk sem búin að vinna þar miklu lengur en ég hef verið í fjölmiðlum. Þannig að mér fannst bara mikilvægt að koma þarna inn og taka púlsinn á þeim og gera allar þær breytingar sem ég hyggst gera í samráði við sumt af því fólki sem að stýrir þessari rás með mér. En segjum þetta svona, en að þú ert með svona fjársvelta stofnun, þessu sömuleyti,
og þú hérna kemur sem yfirmaður og þú ert að tala við fólk sem er með heldur á fullu vaskafatti og er að bera það alla daga og þú hérna allar að tala við það hvaða við breytingar. Það er eiginlega bara þú veist, Já. Það er bara nærið ekki svona... En ég meina yfirbyggingin á Rás 1 er engin. Nei. Það er engin sem vinnur þar, nema ég, sem er ekki í dagskrárgerð. Þetta er eins og í samstöðinni, nema við höfum ekki þig. Já, einmitt. Þannig að það er sannarlega rétt sem hún segir, að tíminn til þess að vera taka langan tíma í svona strategi og stefnumótun, það þarf að kroppa hann af fólki, eitthvað nörðusi, en það tekst eftir sem áður ágætlega. En að því hún nefnir sko einhvern veginn þetta og förum við út í fjármunina sem ég sagðist ekki ætla að gera, en þú veist það sem hefur náttúrulega gerst er það að það er engin að lobbyera fyrir útvarpi. Það eru engir nema núna með þessari umræðu sem ég hef bara ekki heyrt ég virkilega lengi verið að tala mikilvæg útvarps og þetta langar mest að tala Rás 1 og fagna því að það sé verið að gera það en auðvitað á þetta við alla að það er ekki til lengur neitt menningarsjóður útvarps. Kvikmyndabransin er náttúrulega staðið sig gigantískt vel í sínum lobbyisma. Þar eru dýri sjóðir víða sem hægt er að sækja í, það eru endurgreiðslan og allt þetta, en þetta er bara ekki til fyrir útvarp. Ég gerir bara ráð fyrir því að þú hefur hellingsáhuga á því að búa hérna til vel unna heimildaþætti ykkar áhersluatriði. Við höfum ekki efni á öðru en að sitja hérna í stúdíónu og spjalla. Þegar við erum svo fátæk, við erum bara með kannski 2% af því sem Ríkisútvarpið með í peningum. Já, við gerum þetta og getum þetta, en þeir eru með mest með svona þætti. Já, við erum í rauninni, það er mjög lítið af sannasta, alveg eiginlega næstu ekkert og mér þetta er mjög eðlilegt að útvarpið fengi allavega sömu umræðu þegar kemur að þessu og sjónvarpið að þetta myndi auðvelda öllum hinum rásunum að taka þátt í þessu sem að Rás 1 að mestu situr eitt að er bara tilvalið í þetta ólínulegu neyslu og getur verið einmitt mjög þröngt, ég meina vinsælustu hlaðvörpun fyrir utan Veru og Illuga og svo þá svona heimildaþætti eða fléttuþætti sem við erum að setja í loftið. Það eru svona þættir, þú veist, einhverjir einn eða tveir sem að setjast niður við mikrofónun og spjalla og það er bara fínt fyrir sinn hatt en þetta verður náttúrulega óskup einhæft og mér finnst mjög eðlilegt að annarkvort menningarsjóður útvarps yrði bara endurvækin og væri það fyrir alla að sækja í til þess að sé hægt að efla útvarpsþáttagerð á Íslandi. Svona er þetta gert erlendis. Fólk bara selur alveg svo framleiðendur og sjónvarpsþáttum eða bíómyndum selur sjónvarpsstöðum afurðirnar sínar. Eins og er ávið dagskrárstjóra sjónvarps, hann er að kaupa efni sem að í honum ber að kaupa efni. Já, en það hefur verið fjármagnað annar staðar og ég meina honum ber að kaupa efni af sjálfstæðu framleiðendum fyrir bara hlutfallslega En raunverulega er hann ekki að kaupa, hann borgar sáralítið í efni sem að stórleiti fjármagnað í gegnum kvikmyndamiðstöð eða eitthvað annars staðar frá. Það er ekki sem kemur til þín. Það er ekki sem kemur til þín. Ég er hérna með þáttaröð Breiðavíkurbörnin 80 þætti. Það er vissulega mjög margir sem gera það. Ég meina og við köllum eftir hugmyndum. Hann fekk ekkert styrk á sama hátt og þá sem bjóti sjónvarpsefni eða svo sem kemur til útgefanda sem segir ég er hérna með skáldsögu sem ég er búin að fá rithöfundarlaun núna 9 mánuði 3 ár í röð og sem er vel að búa að borga framleiðsluna á þig. Vilt þú gefa þetta út? Og útgefandinn hendir einhverjum smáurum í höfundinn að því að raunverulega er einhver annar búin að borga þetta. Og þú ert að tala að okkur vantar eitthvað í þessa líkingu, ef við ætlum að fá alvöru gott útvarp, þá verðum við að styrkja framleiðsluna útvarpi. Mér finnst það, ég meina það bara liggur fyrir að ég get ekki greitt fyrir rannsóknar að heimildavinnu í marga mánuði ár. Það er bara ekki svoleiðis, það getur það enginn. Þú getur spilað ef ykkur hefur sérstakann áhuga á þessu, ef ykkur hefur kannski búið til einhverja MA-ritgerð og vill breyta því útvarpsþátt. Fólk er í grunninn alltaf að borga með sér í þessu. Og þetta er það sem að mér finnist að mætti breyta. Þetta er áhuga mennska að hluta til. Já, það er hreinlega svoleiðis. Og það getur engin annar gert þetta heldur en RÚV, það bara liggur fyrir og samt sem áður er það þannig að við getum þetta valla.
Og mér finnst þetta bara mjög eðlileg þróun í útvarpi, sérstaklega bara í fínu samræmi við þessa svona breyttu neyslu og svo verið að tala samkeppni milli fjölmiðla að þetta væri bara sko eðlilegt í því ljósi. Segjum að ég væri sjálfstæðismaður og myndi heyra þið segja þetta. Þá myndi ég segja ekki nú öll vitlaust eins sko. Það ekki nóg með að sko ríkisútvarpið fái sko 5,4 milljarða heldur vill dagskrárstjórinn fá sko styrk til þess að geta keypt efni. Ef að við styrkjum eitthvað svona efni, þá verður að vera þannig að ríkisútvarpið má ekki kaupa það. Það er líka alltaf. Þá er ég bara að tala þetta með að ríkisútvarpið fær náttúrulega peninga og maður myndi ætla að það væri til þess að búa til góða dagskrá. Ég myndi reyna að setja á mig þá lobbyista háttinn og reyna að tala þig niður á þessari skoðun að það sé engin munur á þessu og sjónvarpinu. Akkur er þetta að með styrk fyrir framleiðslu á sjónvarps og bíóefni en ekki fyrir útvarp. En peningarnir sem að þið fenguð, akkur verður ekki gott efni til úr því? Það verður bara mjög gott efni til úr því, ég vil bara gera meira því. Meira. Og þá með einhverju svona fyrirkomulagi þar sem að væri... Ég myndi vilja geta sett peningi það að einhver sé að rannsaka eitthvað mál í einhverja mánuði sem þarf og koma svo með það inn á Rás 1 eða Rás 2 og fletta ofan að því þar. Þetta er ekki hægt. Þú getur ekki verið, það er ekki hægt að vera frílans blaðamaður í Íslandi og það er ekki hægt að vera frílans útvarpsmaður. Þessi bransi er bara ekki til og hann verður ekki til öðruvísi heldur en ofanfrá og það er kannski bara þú sem sjálfstæðismaður sem ert að ákveða þetta núna í þessu gríni okkar hér að þú getur kannski bara verið sáttur í það að það sé þannig. Ég meina, þetta er staðan. En ef þú vilt af sér til, að þá er þetta nauðsynlegt. Og þú ert eiginlega að segja það að ef við ætlum að gera atvinnukröfur á útvarp, að þá verðum við að búa til atvinnudeild að sömuleyti er ríkisútvarpið hálf atvinnumennska. Það er fólk sem er með svona þætti, sem er kannski á launum og við vitum að þau eru ekkert á sérstöku launum. En það sem að kemur inn, sem eru þá lengri unnið þættir, er meira og minna unnið í ykkur áhuga manna. Já, og við gerum það alveg. Ég meina, við erum með hugmyndadaga 2 ári, þar sem að fólk kemur með hugmyndir og framleiðir með okkur þáttaraðir, mislangar og mislangi þættir og af bara alls konar toga. Og eins erum við með Þröstur Helgason forveri minn, hann stofnaði eða bjóð til ritstjóra hlaðvarpa sem er náttúrulega bara útvarpsefni sem fer líka á hlaðvarp og allt sem við gerum, við höfum ekki efni öðru en að setja það líka í útvarp. Það er bara sama á hér. Já. Og svo deild hefur stækkað og fólk er að svona verða meiri framleiðendur meðfram því og eru orðin mjög góð í því að hjálpa fólki að segja sína sögur eða útskýra sitt efni með aðgengilegum hætti og þetta er náttúrulega nær því sem við sjáum erlendis en í náttúrulega alveg með ótrúlega smáum hætti. Þú þarft ekki að samfæra mig þetta alveg frá því að fara að ræða fjölmiðlastyrki til einkarekinna fjölmiðla, þá hef ég alltaf mælt fyrir því að við lærum bara af góðri reynslu í bókútgáfu að þegar það á að styrkja bransan að þá borgar sig að láta styrkina í upphafsritum til rithöfundana og styrkurinn sem að rithöfundur fær niðurgreiðir raunverulega ritlaunin sem að bókútgefandi fær og þar með veldur eiginlega framlagið eftir öllu til bóksalans og prentarans og allra annara og þetta séður miklu heilbrigðara kerfi að styrkja blaðamennskuna frekar heldur en fjölmiðlafyrirtækin, sérstaklega náttúrulega þegar við erum með þetta umhverfi einkarekinna fjölmiðla sem eru svona einhverjir ríkir kallar að reka þetta meira og minna og það er erfitt að skilja okkur og meira segja þau sem er að fá hæstu styrkina þykjast ekkert vilja það eins og Mogginn og Viðskiptablaðið og að sækja samt sem er náttúrulega skytið. Á sama tíma, ég var líka starfandi á litla fjölmiðli þar sem að áður en reyndar styrkirni komið til en það lá alveg fyrir í bókaldinu þar að það munnaði öllu að þessi styrkir kemur til. Þannig að það er líka... Þú varst á Kjarnanum ekki? Ég var á Kjarnanum, já. Og það er líka bara þessi heilbrigða gróska í fjölmiðlun skiptir máli að þessi hægt að fara á stað
í ykkur vitleysu, reyna að byrja eitthvað staðar, ég meina allir fjölmiðlar byrja eitthvað staðar sem bara hugmynd hjá ykkurum. Og kerfið er þannig núna þegar við setjum inn á samstöðunni að við fáum ekki styrki. Nei. Af því að kerfið er byggt upp að það er þetta sækjum styrki í haust með að við velduna í fyrra og þá fyrir styrk á næsta ári. Þannig að það er svona seinkun á þessu. Já. Og þannig að kerfið raunverulega vinnur gegn nýsköpun eða nýjum fyrirtækjum og smærri miðlum og er náttúrulega alveg meingallað kerfið sko. Já, það er bara ýmislegt í þessu kerfi sem að eiginlega bara eins og í öllu samfélaginu sem að áveri til sífelldar endurskoðunar og kannski ætti bara einhver nýsköpunarsjóður fjölmiðla að vera til, ég veit ekki. Já. Ég fór og hitti ráðherra og starfsfólksráðuneytisins. Ég þarf greinilega að gera það líka með sjóðinn minn. Já, þetta var meðal annars niðurstaðan. Já, líklega þyrftum við að hafa svona nýsköpunarsjóð líka. En svo náttúrulega gerist það ekki vegna þess að það þarf eitthvað þrýsting. Og við litlu fjölmiðlarnir erum ekki beint svona, við erum ekki að hlekkja okkur við ofnana í ráðuneytinu sko, til að koma okkur fram. Nei, en þú veist, það er samt sem áður, ég meina það er eins og ég segi, það vantar þennan lobbyistahóp fyrir útvarpið og ég held að einhver svona umræða sem að mínum mæti mætti bara fara ennþá víðar, ekki bara frá einhverjum gömlum starfsmönnum. Ég held að þess að ég sagði hérna í upphafi, ég held að það sé ótrúlega stór hópur fólks að núti sem þykir virkilega vænt Rás 1 og sama má segja Rás 2, ég meina það er bara tónlistaruppeldi margra kynslóða fór fram á Rás 2 og maður finnur það alveg að ungt tónlistafólk metur það mikils að komast þangað inn í spilun og fá að koma sér framfæri þar, þannig að það er og svo náttúrulega bara miklu fleiri rásir sem eru með þarna fína hlustuna að eiga sína aðdáendahópa. Ég held að svona talsmenn útvarpsins mættu láta hærra í sér og við ættum að standa betur saman og gera... Styrkja svona sjálfsvirðingu sína að þetta sé mikilvægt fyrirbrigði í menningunni. Já, þetta er mikilvægt. Lífsnauðsynlegt fyrir lýðræðislegt samfélag að hafa gott útvarp. 100% og það er bara, mér finnst algjörlega magnaði mitt að sjá tölunum það hversu margir að hlusta, það er líka alveg sama hvar maður kemur, fólk er alltaf að hlusta á eitthvað, þeir eru þetta, ég var að hlusta á þetta og það er bara von mín að þetta geti orðið ennþá öflugra tól sem svona einmitt lýðræðisvettvangur. Svo veitir ennin svona í Ævar, hann var að tala að ég held að hann og einhver annar hafi verið fyrstu svona dagskrárgerðarmennirnir en svo var þetta meir og minna sko fólk sem kom bara inn á götunni með efni og hann var að lýsa því að svo kom tímabil þar sem hann var að sækja eftir efni og þannig að sko var eiginlega að benda á það að þessi svona deigla sem að ég var kannski að biðja áðan að hún er eiginlega þú veist hún á sögulega ekkert djúpa rætur inn í Ríkisútvarpinu og ég var eins og með pistla þarna stundum og einhvern veginn var ég beðinn að leysa af eitthvað svona matarþátt sem að þetta var í sumarlifi, bara 6 þætti eitthvað og ég var að skrifa svona mat á þessu tíma og var svona að reyna að finna leið til þess að skrifa mat en raunverulega að vera fjallum samfélagið og ég sá fyrir mér einhverja svona uppbyggingu á einhverjum þáttum og var ekki sérstakur útvarpsmaður sko og kom svo inn í útvarp og þá var það, Stúdíó 2 og ég fer þar inn og þar er einhver tæknimaður og vísa mér inn og ég á bara að búa til þáttinn. Þannig mér fannst þetta svona heldur svona eitthvað, byrju, hvað er þetta Ríkisútvarpið, okkur kemur ekki einhver pródúsent og er að tala hvað verður að hugsa og nei, þetta gengur ekki, þú er að hafa smá hík einhvers þar. Þannig að ég fór að labbaði eitthvað og sá Magga frænda, Magnús Einarsson og sagði, get ekki suðað út þú veljir svona músík í þættina því hann er náttúrulega svo með stórkostlegan tónlistarsmekk. Þannig að ég sendi honum bara svona lista og sagði þetta er svona Ítalía 1950 og svo kemur hann aðeins og hann skaut svona aðeins músík og þetta varð þátturinn sem að ég væri bara reynda að veiða það út úr sko þekkingu starfsfólksins á sviðinu en svona stofnunin eða miðillinn hann var alveg til að taka mig bara inn eins og ég var að koma með lestabréf sko að búa til efni sem að var öfulega framleitt í nafni Ríkisútvarpsins þannig að
fekk svona tilfinninguna að þetta ótrúlega veikt. Miklu veikar en maður heldur. Það svo sem að mörgu liti rétt. En þetta skánað. En þetta hefur skánað, til dæmis Guðni og hún Marsibil. Anna Marsibil, já. Eru að pródúsera þætti og finnur það alveg á útvarpinu þegar það svona unnið þættir að það framþróun að þessu leyti, þessi ekki alltaf töðandi. Og þetta eru fleiri, ég menna Þorgerður Sigurðardóttir, Gígja Hólmgeirsdóttir, Jóhannes Ólafsson og Guðrún Hálfdánardóttir, þau eru öll meðal annarra starfa að framleiða og eru bara meistarar í því. Þannig mér ekki leyft bara beint inn í Stúdíó 2 í dag. Já, það fyrir eftir hvað það að fara að gera. Nei, ekki með hugmynd sem þú kemur utan á götunni, nei. Og þú myndir þurfa að skrifa undir samning og þetta svona, það verið að reyna að gera þetta svolítið nútímalegra. En auðvitað það samt sem áður þannig að flestir eru með 3-4 hatta og hlutir einhvern veginn falla milli skips og bryggju. Verðum að þykjast svolítið. Já, en samt sem áður þetta, ég held að öll þessi stefnumótun sé af hennu góða og umræðum og það sé verið að kalla eftir ríkari stefnumótun sé bara líka af hennu góða. Ég meina það setur fólki ákveðin ramma, ákveðin svona skref sem þarf að taka áður en það er hægt að senda Gunnar Smára innan inn í stúdíu og tala ítalska mat. En þetta kemur náttúrulega. Blessaðist allt. Það ágætis eftir. Já, ég meina það gerir það oftast en það líka margt sem að þarf að laga. En svo það deglan sem að sömuleyti fjölmiðlar eru lýðræðislegt fyrirbrigði í sjálfum sér. Það vegna þess út af snertingunni okkar við almenning. En til þess að það nýtist að þá þarf að vera einhver kúltúr inn í staðnum sem að vilji til endurmats og vilji sjálfsgagnrýni. Eitt sem að ég hugsa þegar ég hlusta á Ríkisútvarpið, ekkert frekar ásett heldur en bara Ríkissjónvarpið og fleira, þá finnst mér vera svona, það eru ákveðin sjónarmið, ég veit ekki hvort ég hef tekið dæmi að því að einhvern tímann var viðtal við Guðmund Hrafn Arngrímsson, formann Leigjendasamtakanna. Ég held að það hef verið í morgunþætti á Rás 1, þá fór ég inn á vefinn og fletti upp hvenær var síðast talað við leigjanda. Og það voru 4,5 ár og þá var talað við leigjanda sem var að leigja í stúdentagörðunum og það var að því að kviknaði í eldavél í íbúðinu við hliðina og það var svona kom löggan, slökkuliðið og eitthvað svona óþægindi að því að vera reykur og eitthvað. Af öllu þessu tímabili í gegnum þú þyngstu húsnæðiseklu líklega frá seinna stríði, það hafði aldrei verið talað við leigjanda. Ekki sem leigjanda það var kannski talað við eitthvað leigjanda. Og ég hef tekið þetta sem dæmi að Ríkisútvarpið fyrir hvar staðsetningin okkar. Ég veit ekki hvort það kannist við Adam Curtis, BBC heimildamyndamaður mikill orðaði þetta þannig að þegar að BBC var stofnað að þá var það að hugsa fyrir hvernig BBC. Það hlýtur að vera að við endurvarpa sjónarmiðum stjórnvalda sem að almenningur kýs. Og svo kemur lýðræðisbyltingin á 7. áratugnum og menn segja nei, það ekki. Við að endurvarpa sjónarhátni almennings eins margbreytilegur og hann og þá verður það ofsalega gaman. Þá fara bara blaðamennirnir og fjölmiðlamennirnir út allt og þú þekkir þetta, það verður til alveg stórkostleg breyting, tala BBC, heimildamyndinar námuverkamennin í Wales og alls konar sjónarhótt sem að höfðu bara ekki fengið að vera með. Og svo heldur þetta áfram og þetta kemur hingað til Íslands í gegnum dagblaðið stofnað 74 held ég. Helgapósturinn 79, það sömuleyti tengja margir þetta við kannski svona byltingu Stefáns Jónssyna í Dægurmálaútvarpinu og þessi svona hugmyndum að við ekki að vera endurvarpa einhverjum gefnum sannindum, einhver gegnum sjónarhótti, heldur á þetta að vera almenningsútvarp, þjóðarútvarpið. Einhver leyti finnst manni að við erum einhvern veginn að bakka út úr þessu aftur. Að okkur hættir meira til þess að segja. Ég geti vitnað í COVID, þar sem allt í einu bara í 1,5 ár var Ríkisútvarpið bara að boða út eitthvað sjónarmið
stofnana samfélagsins og fækkaði og svo þetta sem ég að segja áðan að hérna, kannski þeir sem að veikastandar í samfélaginu til ekki elitunni og flotta fólkinu að það bara ekki rætt við það. Þetta væri svo gagnrýni sem að ég myndi helst vilja bera á borðið dagskrárstjóra Ríkisútvarpsins. Þetta örugglega einhverju leyti rétt og alveg umræða sem við höfum líka sjálf tekið. Þetta þetta að því það var verið að einhvern veginn kvart yfir skorti á menningarumfjöllun og öðru. Við erum náttúrulega mjög oft, ég ætla að leiða mér að sletta og segja hæbrá, við erum rosa oft að framleiða efni kannski frekar fyrir menntasamfélagið og þá sem að kannski hafa meiri tíma hreinlega til þess að hlusta af því að þeir eru betur staddir. Maður heyrir þetta í gagnrýni bæði í Víðsjá og Lestinni sem stundum gengur fram að mér. Það sem því að gagnrýni getur náttúrulega verið tækifæri til þess að tala listina við almenning. En það svo augljóst að það er verið að tala bara beint inn í framleiðendunar. Það er nú orðið ansi lítið gagnrýni bara í fjölmiðlum yfirleitt. Þannig að ekki fara á illa með þá og ég vil ekki missa gagnrýnina sem þóra að koma fram á gagnrýna. Það er vanþakklátt starf. En já, ég held að það þurfi einmitt að hætta að hugsa hlutina þannig þessu framleiddir ofan í kynslóðir heldur miklu frekar hópa sem eru afmarkaðir frekar með þeim hætti sem að þú ert að tala eftir bara efnahag og stöðu í samfélaginu og það er alveg hlutir sem við ræðum og erum að hugsa og erum að reyna að finna réttu leiðirnar til þess að gera það. Og ég meina það er líka bara partur af þessari stóru stefnu RÚV sem ég var að tala sem er bara fjölbreytileiki og jafnrétti og ef að ákveðnum hópum Þú segir þessu, fjölbreytileiki og jafnrétti að þá er einhver þarna sem að telur hvað eru margir konur og margir kallar og núna við erum að líka hafa hán líka inni og svo segir fjölbreytileiki við erum að hafa það sé fólk sem er samkynneitt og eitthvað svona en þetta næst aldrei yfir í stéttirnar. Ég er ekki viss það allavega er þetta alveg samræða sem að ég hef átt ekki bara inn á Rás 1 heldur líka víðar inn á stofnunum. Það eru 20% sem eru fátæk í Íslandi, við getum deilt það, sem er bara 10%. 10% viðmælenda í RÚV er ekki fátækir. Örugglega ekki. Nei. En það er svo sem ekki eftir því sem er haka við þegar verða að merkja í viðmælendarskráninguna. Nei, spurning hvort við þurfum ekki að fara að telja það líka Innflytjendur. Einmitt. Þolgagast því að tala svona brókan íslensku. Akkurat. Og það er svo sem, þetta er alveg partur af þessari stefnu að fjölbreytileikin á sér ótrúlega margar hliðar og það má ekki bara einhvern veginn kvitta upp á eina og gleyma restinni svo einmitt bara þessi landsbyggðarstefna kemur inn í þetta líka. Við getum ekki bara verið að tala við einhvern veginn fólk upp í háskóla í Reykjavík heldur víðar á landinu. Og þetta er náttúrulega partur af því sem við gerum á hverjum degi. Þú varst nú að tala þessa þætti sem er einmitt bara verið að tala við mann og annan í beinni útsendingu. Ég meina þetta er þetta alls konar fólk sem kemur í gegnum hverjum degi, bæði á Rás 1 og Rás 2. Og mjög víða af landinu, víða af úr stéttum. En það er örugglega rétt hjá þér að þau sem að hafa kannski minni tíma heyra náttúrulega ekki í okkur af því við tölum kannski bara þeirra mál okkur ber að tala íslensku sem nú kannski gerur okkur erfitt fyrir samt sem áður að reyna það er þátt að gera bæði á pólsku og ensku tala innflytjendur, við innflytjendur og innflytjendur, alltaf tala við innflytjendur ekki bara innflytjendur, mál þetta bara 100% allt saman á íslensku ég nú alveg á því en það finnst mér þeirri innflytjendur sem ég tala við hér eru allir á því að þau vilja bara ekki ensku sem millimál, þeim finnst það eiginlega fráleit hugmynd sem að Íslendingar virðast hafa bitið í sig að sé eðlilegt að tala ensku við Pólverja á Íslandi mín upplifun að innflytjendur vilja tala íslensku sem millimál. Já, og það er ekki nógu mikið gert af því. En það er samt sem áður í stefninu, eins og ég sagði áðan, þá er stefna sett til framtíðar og ekki hægt að ætlast til þess að hún verði bara veruleika leið og búið að setja punkt aftast. Þetta er það sem er verið að reyna að gera og alveg einlægni í því. En svo gerist það sem að þú varst að segja á hann að einhvern veginn, svo kemur bara dagurinn í dag og það þarf að fylla þáttinn og þetta er eiliða barningur. Já, ég þekki það og kannski alltaf að segja það
að maður vilji manns að hafa hér alls konar fólk. En það er meiri svona fyrirvara, meiri hugsun í því að halda inni svokölluðu venjulegu fólki. Heldur en þá sem eru tilheyra svona þína kjaftandi stéttum. Að það er hægt að fá það fólk inn með skemmri fyrirvara og þannig að ef að maður, kannski getur maður með skipulagningu náð að gera þetta eins og maður helst vildi í einhver tíma, en svo lítur maður aðeins til hliðar og gleymir sér eða eitthvað að verður bara þreyttur eina vikuna og missir niður sko bókunina. En þá er maður svolítið dottinn út í það að það er svo erfitt að ná, því það er engin vandi fyrir mig að samfæra þig að koma hingað og tala. En ef þú værir bara eins og svo kallað venjulegt fólk út í bæ, að þá er það, þarf ég að sannfæra þig að tala opinberlega þetta tiltekna mál og koma hingað og það eru bara fleiri þröskuldar á leiðinni. Já, það er líka bara ósköp eðlilegt. Ég meina, það er miklu meira en að segja það í dag að opinbera sig og sína skoðanir og það sem þú stendur fyrir heldur en það var fyrir einhverjum ári síðan. Heldur það? Ég held það, já. Umræðan er óvagnari, það er erfitt að lenda í snjóflóði samfélagsmiðlana. Það er bara mjög margir sem að hafa farið mjög illa úti þar. Það er einmitt í svona þætti sem er ekki tekinu upp og þú fara ekki að heyra að þá kannski verður þér á að stíga í spínatið og segja eitthvað óvarlegt og ég meina það er... En ef ég kæmi í ríkisútvarpið og segi mér langar, er ég þá bara verið fyrir aðkasti eða eftir? Nei. Ég sem formaður félag þá er falt sjúkra? Nei, en það er ansi mikið að gera í símanum í móttökunni, ég meina það er bara þannig. En okkar áhersla getur náttúrulega bara verið svo að þáttagerða fólk vandi sig og tali góða íslensku. Það er ekki hægt að gera sömu kröfur til viðmælenda. Alls ekki þeirra sem að hafa íslensku kannski ekki að aðaltungumáli og svo náttúrulega bara alls konar raddir og fullt af fólki sem bara hreinlega erfitt með að tala sem að þarf líka að heyrast í og þetta þarf að gerast samhliða því að við vendum íslenskuna. Þetta er erfitt verkefni og verðugt en og þetta er gert í dagskrá sem eru svona eyjur sem eru umsjónarmenn og svo er eini sem er ekki bundin stúdíótíma þú segir að það er engin dagskrálega yfirstjórn yfir. Það eru öll þau sem að sitja í dagskráði Rásar 1 hafa eitthvað dagskrágerð á sínum höndum samhliða. Og svo eru við með stjórn sem að talar ekki dagskrána þó að það séu megin verkefni. Hvað fannst það sem að Lára var að skrifa? Já, ég segir yfir að það er við erum með stjórn yfir þessu. Og megin verkefnið er dagskráin. En stjórnin kýs að líta svo á og ég meina lagaumgjörðin er þannig að hún talar ekki dagskrá. Já, það er alveg skýrt í lagaumgjörðinni, það er alveg skýrt í öllum þeim lögskýringargögnum sem fylgja með lögunum að pólitískt kjörin stjórn RÚV á ekki að hafa hendurna neitt í daglegri dagskrágerð. Enda held ég að það væri glabræði og þeir fóru svo sem, Ævar fóru svo sem alveg yfir það sögulega hvaða afleiðingar það hefur haft í fortíðinni. Það getur gert hlutina illa og vel. Það er ekki þar með að þú verið að hætta við að stjórnin í bakaríinu. Ég held að lögin sem það er aldrei bakstur. Ég held að lögin sem þú setur eigi alltaf miða við það hvað gæti gerst ef að versta marturinn verður að veruleika í kjörnum stjórnarmönnum RÚV. Ef að hér kæmi bara einhver hrikaleg stjórnvöld sem myndu setja hrikalega fulltrúa inn í stjórn RÚV, hvað viltu þá að þeir geti gert? Þau myndu ráða hrikalegan útvarpsstjóra sem hefði þetta allt í hendi sér. Þannig er stjórnkerfið. Þau myndu reka þig kannski og ráða bara einhvern hrikalegan dagskrárstjóra. Já, við höfum alveg séð hvað gerist þegar stjórnin fer yfir strikið í þessu. Það var bara ákveðin upplaust, sumt skiljanlegt, annað kannski, einhvern veginn þannig að fólk sér eftir seinna meir, en það er alveg þéttur hópur starfsfólks RÚV, ekki bara ég og framkvæmdastjórnin, heldur líka bara fólki á gólfinu sem að þykir eins og hlustendum eins og við farið yfir hérna áður, opaslega vendum eins og stofnun og ég er ekkit endilega viss um það að það færi neitt rosalega vel ef að versta marturinn er það veruleika og það kemur einhver hrikalegur útvarpsstjóri sem myndi reka allt og alla og ætla að fá sínu framgengt þannig. Það verði aftur svona fréttastjóramál eins og var
Ég veit það ekki. En ég held að það sé mjög jákvætt að stjórn RÚV, pólitísk skipuð stjórn RÚV sé ekki með hendurnar í því að skipta sér að dagskrársetningu eða fréttamati. Ég alveg samanlega sko. Ég hef vunnið á fjölmiðlum lengi og hugmyndin að það sé eitthvað svona ráð sem yfir þessu. Að það bara, eins og ég var að segja áðan, að því að fjölmiðlarnir eitthvað leyti sko lýðræðislegir í sjálfu sér. Að ef að þú tekur raunverulega mark á þessu pingpongi á milli þín og almennings, að það eiginlega áhrifin sem að þú eiginlega bara til þess að lifa þá einhvern verður að þá einhvern linnulaus degla í gangi. Það að sé eitthvað fólk sem ekki að vinna við þetta en kemur einhvern veginn einu sinni í mánuði og hefur skoðunar á því, það væri algjör hryllingur. Já, og situr þar í skjóli einhvers stjórnmálaflokk sem ákveður að það sé þeirra fulltrúi inn í þessari stjórn. Ég meina, það er líka bara fyrir að hagsmunir stjórnvalda fara ekkit endilega alltaf saman við það sem við verið að gera og segja á fjölmiðlum. Þannig að það væri bara mjög dapurt ef lögunum yrði breytt á þann veg eða ef að stjórnvöld eða þau sem stjórna Ríkisútvarpinu myndi ákveða að skilja lögin á þann veg sem að Lára gerir. En eftir sem áður, ef ég segti þarna, að þá myndi ég segja sér að hlutverk Ríkisútvarpsins er menningarhlutverk og endurspegla samfélag og ég vil að verði gerð könnun á því hvernig stéttarlega viðmælendur og þáttastjórnendur skiptast til þess að kanna það og það bara sem kenningin væri svo að við ættum að rétta þannan allaveg og svipað og einhver tíman lagði einhver líklega til að talið viðmælendur karlar og konur kannski fyrir 30 árum. Ég myndi leggja til einhverja svona breiðari línur dagskrárinnar því að maður er erfitt að sjá fyrir sér hvað er þessi stjórn ef hún er bara lætur eins og hún komi ekki í dagskráin við. Ég held að lögin eru svona og svona formlegt afskiptavald sé takmarkað. Það er samt sem áður þannig að þarna situr bara ágætt fólk og ég heyri það að þarna fara oft fram í fjörlegar umræður sem síðan er skilað áfram og það er þá bara útvarpsstjóra ákveða það hvort að honum finnist þessi hugmynd sem að þú sem stjórnarmaður. Þetta er ekki tilskipun. Einmitt. Finnst hún góð eða ekki og hún er ágætt, hún væri kannski pínu erfið í framkvæmd en væri örugglega hægt að finna eitthvað leiði til þess. Ég held að hins vegar væri bara hægt að byrja á því að setja bara þessa áherslu. Að leita að einhvern veginn fólki með lægri tekjur og í öðrum stéttum að þeim sem viðmælendum. Ég meina það var svo sem alveg verið gerið þættir um fátækt og þetta er náttúrulega bara eilíðar umræða. Ef við horfum aðeins til framtíðar þá er það þannig að eins og komið fram að þetta er svona það er ekki mikil yfirstjórn, ritstjórnar hérna og það er við vitum að fjölmiðlafólki þarna eins og annars þar í fjölmiðlunum er á skítalönum. Við vitum að þeir sem eru að koma með unna þætti utan á bæ er að fá ekki raunvirði vinnu sinnar fyrir það. Þess vegna er þú að leggja til svona útvarpssjóð og annað slíkt. En það er ekkert í deglunni og ekki heldur að það verði aukið fé sem að fer í dagskrárgerð á Rás 1 þó að ég gæti alveg trúa því ef við myndum labba og spyrja fólk hvað finnst þér að Ríkisútvarp eigi að gera allra best þá ég myndi giska það allavega, ég segi ekki kannski mikil meirihluti en stærsti hópurinn myndi leggja til meiri svona rækt við Rás 1 en það er ekki að fara að gera Ég bara ákveða að trúa því að það geti alveg gerst. Það er ekki flokkur sem er með þetta á stefnuskránni. Það er flokkar sem eru að veikja RÚV. Já, meinar RÚV yfirleitt? Já. Nei, já. Nei, það er ekki á stefnuskránni. Ég meina þið töluðu að þú æfar líka auglýsingar. Ég meina við búum bara í þeim veruleika að það eru auglýsingar bæði í útvarpi og sjónvarpi. Ég persónulega finn til að bara vilja auka við eða slepp það er það vinnum sem ég býð við í dag við meðum ekki auglýsa á vefnum við getum ekki auglýst í spilaranum og fyrst að það er svo staða sem við búum við helst myndi ég vilja bara sleppa þessum auglýsingum og að Ríkisútvarpinu eru þið bætt við tapið það er bara því ég hef ekki trú á auglýsingamarkaðnum sem slíkum ég held að
það sé óvarlegt að reiða sig of á þetta. Á auglýsingar? Já. Og við sjáum bara eins og fjölmiðlar allstaðar að horfa á auglýsingatekjurnar sogast út fyrir landsteinana til samfélagsmiðla og bara annara á annan vettvang. Þá held ég að það verði eitthvað aðrar miðlunarleiðir fyrir auglýsingar sem munu henta mikið betur heldur en útvarp og sjónvarp. Áttu við að auglýsingar þessu ótraust tekju eða Æva var náttúrulega gagnrýnandi að þetta væri svo anstíkilegu tekjustraumur að hann var að reyna að sveigja dagskrána að sínu þörfum eins og við sjáum alveg með ríkissjónvarpi til dæmis með nú eru bara búið að fresta fréttunum allt svona, þetta ekki út af ást og íþróttum, þetta bara auglýsingadeildin stýrir þessu sko, því að þarna tækifæri til þess að ná inn peningum. Við sáum þetta í vandræðagangi í Ríkisútvarpsins með Eurovision. Þetta bara auglýsinga, þú veist að sjónvarpið er orðið svo mikil auglýsingadrifið að það eiginlega stýrir dagskráni og allir í framsetningu. Ekki allir að stóru leyti. Já, ég hef ekki tekið þátt í samræðum það hvernig að hátta auglýsingum í sjónvarpi en ég finn lítið fyrir þessu í útvarpinu en auðvitað er þetta, þú veist, það sem að klífur upp dagskrána hjá okkur eru helst einmitt auglýsingatímarnir sem eru kringu fréttatímana og það er náttúrulega því að fréttirnar eru vinsælasta útvarpsefnið á öllum rásum held ég en ég væri alveg til í að sleppa þessu. Ef þú fengir peningana bæta sem að náttúrulega ef að auglýsingapeningarnir eru rókjarnir þá er það líka framlög frá ríkinu. Það er mjög rókjant. Það er það góða við það er og ég meina þetta er náttúrulega þessi staða þetta er sameiginlegt með öllum almanna útvarps- og sjónvarpsrásum í Evrópu. Það er svona misjafnt stjórnmála ástand. Svisslendingar að lenda í þjóðaratkvæðagreiðslum sitt ríkissjónvarp og ríkisútvarp bara í gríð og erg. Framlög til ríkisútvarpsins í Noregi, þetta er stanslaus umræða allstaðar. Þetta er meira þess að sífellt vera að ræða þetta í Bretlandi. Ég meina þetta við erum ekkert ein þetta og við erum ekkert ein það að ég er samræðum einhvern veginn það með hvað hætti ríkis útvarp eða sjónvarp ógna sjálfstæðum miðlum. Þetta er bara mjög eðlileg og lýðræðisleg umræða til að eiga. Það skiptir máli að það sé ekki bara ríkisútvarp eða ríkissjónvarp. Það er bara versta sem að kemur fyrir og afleitt fyrir fréttastofu RÚV þegar kvöldfréttum stöða 2 var lokað. Það skiptir máli ekki bara upp á eitthvað svona samkeppni heldur líka að það sé bara víðfeðm lýðræðisleg umræða í gangi í samfélaginu á mismunandi grunni eins og þið gerir hér og aðrir gera öðru sér annar staðar og þetta er Þurfum að fá flokksblöðin aftur til að hafa ólíkar rættir. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Það er heiðalegt að mörgu leyti. Heiðalegra heldur en að siglundi fölsku flaggi að segjast ekki vera háður eitthvað sem þú ert samt sem áður háður. En ég er ekki viss að það sé endilega málið að þurfa að lesa einhvern veginn 5 mismunandi blöð til þess að sjá svona stóru stöðuna. En þetta, ég meina, þið eru náttúrulega hérna með miklu leyti fyrir tilstilli sósíalistaflokksins og það er bara heiðalegt. Rödd í samfélaginu sem skiptir máli. Ég hef ekkert út á það að setja. En ég er ekki viss það ég meina svo svo sem allir stjórnmálaflokkarnir komu með podcast og fréttabréf og já. Þannig að það er þetta veist, kannski er þessi flokksmiðla eins og þú segir bara til, þeir eru bara til öðru sig, þeir eru til í podcasti og einhverju vídeóvarpi Það er mjög mikil breytt, það er sérstaklega hægra megin, það sem er verið að framleiða endalaust af podcastum. Það sem það vantar ekkert á að það er þetta komist fram. Ég meina, kannski er þetta bara raunveruleiki sem við búum við nú þegar. Það er líka endalaust útflæði frá bara stjórnmálumönnum sjálfum á samfélagsmiðlum þar sem að þau eru, eiginlega bara
að manni virðist í fullu starfi við það að setja efni frá deginu sínum og því sem að þau hafa fram að færa. Og maður gæti haldið fram að þetta tengist einhverlega í ríkisútvarpinu sem að oft hrætt að hafa svona debatt ólíkra sjónarmiða en hætti frekar til þess að búa til eitthvað svona meginströms sjónarhótt frekar heldur en að sko kynna mál að það séu bara það bara hörku ágreiningur þetta í samfélaginu. Manni finnst það stundum vera tilhneiging í þáttum og fleira að reyna að finna sko miðjuna eins og hún sé valkosturinn. En stundum eru við með mál það sem bara það er tókstrita og við verðum tókstrita svo lengi sem að við munum lifa sko. Já, mér finnst þetta svo sem ekkit endilega vera einhver hræðsla. Þetta hefur þetta bara svolítið mismunandi áherslur og sumt á ekkit endilega heima í einhverjum öskrum og látum ef það skilar ekki neinu sko. Ja, það er ekki öskur og læti, við getum verið stórkostlega ósammála og átt í samtali það á þess að fara að öskra eða þú þarf ekki að kaupa allt sem ég segi, ég tek það ekki sem sko persónulega höfnum, þú sett ekki sammála. En mér finnst þessi mál mjög oft og títt vera rædd bæði í útvarpi og sjónvarpi í efstalitinu. Ég meina, já, ég er ekki viss sem ég taki alveg undir þetta. Mér finnst bara mjög oft ólík sjónarmið leitt fram í spjallþáttum bæði í útvarpi og sjónvarpi og eins og mörgum þykir nógum jafnvel sko. Já, að hlusta að fólk vera að rífast. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega bara partur af þessari lýðræðislegu umræðu sem svo mikilvæg en það er ekkit það samt sem áður alveg augljós áhersla til þess að reyna að draga fram þessa lýðræðislegu umræðu á sem breiðustum vettvangi. Ég meina, það eru spjallþættir í sjónvarpi, Silfrið, Kastljós, núna Torgi, það sem verið að reyna að leiða fram í sama þættir mjög mörg ólík sjónarmið. Þetta er náttúrulega gert í útvarpinu hverjum einasta degi. Ég held að þú veist, það bara mörgu leyti náttúrulega kannski bara verið að gera svo óbærslega mikið. Kannski eru bara að gera of mikið. Það mátti heyra ég man ekki hvort það var svolítið á Ævari að þetta leggja meira áherslu á svona unnið efni í staðin fyrir að reyna að breiða sig út að reyna að gera þá sumt betur og sleppa svo bröðru. Það er líka umræða sem við erum að eiga. Þetta fátæki fjölmiðillinn alltaf að hugsa þetta. Já, ég meina Rás 1 er loftinu allan sólarhringinn. Það eru 24 tímar á sólarhring. Augljóslega væri kannski ekki peningurum best eitt í því að frumflytja efni á nóttunni. Það er mikið talað um endurflutning og óþol fyrir honum. Það er alls konar fólk sem að vinnur þannig vinnu og það getur ekki hlust þannig með nóttunni. Missir af þessi prime time, sem að segja dagskrá, sem er yfir hábjartan daginn, það er að segja bara vinnutíma eins venjulega manns er ekkit endilega prime time. Þú vilt kannski hlusta okkur allt öðrum tíma. Þannig að ég hef ég skammast mín ekkit fyrir þennan meinta og mikla endurflutning. Linnulausa endurflutning. Nei, á sama tíma er náttúrulega verið að endurflytja mjög mikið af gömlu efni sem ég tel hreinlega bara vera hlutverk RÚV. Endurflutningur á góðu efni frá öllu þessu góða fólki sem var nú talið upp margt hér í umræðum þínum við hina viðmælendina er bara menningarsögulega verðmæti sem okkur ber að miðla áfram. Það breytir því ekki, auðvitað væri ég til í að gera ennþá meira af unnu efni og ég held að það sé ágætlega haldið utan menningarumfjöllun á Rás 1. Ég held hún sé hvað mest á Rás 1, eiginlega bara á öllu landinu. En auðvitað væri líka gaman að geta gert ennþá betur þar. Ég meina tónlistardeildin sem var er ekki svipur á sjón. Við erum nýbúin að ganga frá nýjum samningi við FIH og einmitt búið til okkur þessa tónlistarstefnu sem er mjög metnaðarfull og hún er kannski of metnaðarfull miðað við stöðuna eins og hún er í dag, en hún er samt sem að stefna sem að við munum reyna að ná á næstu árum. Þannig fyrir það. Takk fyrir að koma hingað.
Ég ætla svona Já, þakka þér fyrir umræðu. Þreifa mig áfram hvernig við fjöllum Ríkisútvarpið. Ég svona verið að kalla einn og einn í einu. En svo við gerum þetta stundum. Þegar við erum einhver mál það sem svona á núllpunkti. Þá fáum við fólk og heyrum svona álíka svona mið. En svo vonandi þroskast þetta þannig að við fæ kannski að fá þig með einhverjum fleirum að ræða Ríkisútvarpið og útvarp svona þegar umræðan þroskast. Lofa því. Takk ekki alveg. Og hérna heyrðum við viðtal Gunnar Smára við Fanneyju Birnu Jónsdóttur, dagskrárstjóra Rásar 1 í Ríkisútvarpinu og þú ætlar að halda áfram að ræða eða við, hugsanlega að ræða Ríkisútvarpið haust eða vetur. Veit ekki alveg, ég tala bara við eitt í einu núna eins og stundum gerum við þegar við erum að taka svona mál sem eru svona kannski ekki alveg komin á dagskrá og þá er gott að tala bara við einn í einu til þess að við og náttúrulega áhorfundur með okkur, getur svona átt að segja hvað er þetta raunverulega sko. Af því að þú þekkir það, stundum tekur maður eitthvað mál sem að kannski er svona einhvers staðar í bakgrunninum og þá dettur þetta bara í svona gamalt tal. Raunverulega erum við bara að endurflytja gamalt samtal. Það er svo gott að tala við svona einn í einu. Móta umræðinu einhvern veginn aftur. Svona átt að segja aðeins á þessu og svo næsta skref er að fá kannski 2-3 í þætti þar sem eru meiri svona diskussjón. Sjáum til hvernig þetta verður. Alltaf gaman að tala Ríkisútvarpið. Mér finnst það mjög spennandi og líka bara þarft og sérstaklega því við erum að tala líka bara mikilvægi fjölmiðla og mikilvægi svona miðlunar og samræðu eins og kom fram í okkar spjalli hérna, sumarspjallinu okkar. En þar voru Sara Stef, Hildadóttir og Maggastína og Árni Pétur Guðjónsson og Guðmundur Brynjólfsson komið til okkar í mjög hresst sumarspjall og síðan við fengum nú Jón Sigurð Eyjólfsson og Ölmu Reik til að segja okkur frá tónlist og syngja og spila. Þannig að nú er eiginlega bara komið að lokum þessa sumarþáttar við Rauðaborðið og ég vil þakka hlustendum og áhorfundum kærlega fyrir að vera með okkur í anda og vera með okkur hérna og ég þakka Gunnari Smára, ég er gestastjórnandi hérna þannig ég þakka... Ég er gestastjórnandi í dag, ég þakka bara fyrir að fá að vera með. Gunnari Smára fyrir þakkina og Pétri Fjellsteð tæknimanni fyrir að vera með okkur og bera ábyrgð á þessari útsendingu og ég vil líka þakka ykkur fyrir að vera svona dugleg áhorfendur og hlustendur að deila þáttunum okkar á samfélagsmiðla og tala þá á gagnrýninn máta og fyrir að gerast áskrifendur og fyrir þá sem ekki kannski hafa átt að segja á því þá er hægt að sem sagt gerast áskrifendur núna að samstöðinni með því að fara inn á síðu samstöðvarinnar samstöðin.is og þar til hægri er lítill hnappur sem stendur á áskrift og þar má íta á og fylla út lítið eyðublað og þetta tekur nú ekki langan tíma en það þarf að velja sko hvort maður vilja gerast vera sem sagt félagar í alþýðu hreyfingunni. Alþýðu félagið þetta. Alþýðu félaginu og þar með og alþýðu félagið sko á samstöðinu og rekur samstöðina þannig að þar með gerist þið eigendur fjölmiðils og hafið kannski þar með líka, okkur veitir ekki af almanna útvarpi og almenna fjölmiðli. En við segjum þetta gott í kvöld, kæra þakki fyrir og sjáumst aftur á föstudaginn í vikuskammtinum. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.